eitt dæmi sem ég ætlaði að nefna var sko, fór til Miami 21 eða 22 og ég man á þeim tíma sko, þá voru mikið af fyrirtækjum, mikið af stöðum sem var að sko samþykkja Bitcoin, að borga í Bitcoin. En svo reyndar sko 1-2 ára seinna þá var það hætt sko. Vistu eitthvað hvað? Já, ég meina, þú veist, fólk sem á Bitcoin kaupir Bitcoin af því að annarkvort ætlar að græða eitthvað yfir nokkra vikur eða mánuði eða þá trúir hugmyndafræðinni. Og þá ekkert endilega að tala um að þetta sé það mikil hugmyndafræð farir í kirkju á öllum sunnudögum í Bitcoin kirkjuna. Heldur bara trúir kannski á einstaklingfrelsi eða trúir á eignarétta, eitthvað sem geta að taka, það bara svo gull. Þú veist, ég á gull og ég alltaf með 1 gram af gull í vasanum. Þetta rauninni bara svo rafrænt gull. Þetta bara, þetta bara rafrænt og stafrænt gull. Og þú veist, fólk kaupir þetta af þessum sjónarmiðum og ég spyr bara, ef að ég búin að koma inn í þessa hugmyndafræði og ég á Bitcoin út af frelsi og eignarétt og allt það, af hverju ætti ég að fara og borga kaffibolla með hörðustu og bestu eigninni sem ég á? Já, íslenska krónu, þú veist, það voru næstu 10% verðbólga hérna í hittifyrra. Þú veist, ég held á 1000 krónum af íslenskum peningum 12 mánuðum setna kaupmáttur 1000 krónunar orðið 900 krónur. Þetta það sem ég losa mig við fyrst. Veist, þetta heita kartöflan sem ég vil losna við. Auðvitað getur Bitcoin lækkað í verði á 12 mánuðum, ég ekki segja það, en það ekki verið að þinna með markvissum hætti eins og gert við íslensku krónuna eða bandaríkjadal eða evruna eða alla heimsins gjaldmiðla. Það bara eitthvað sem að fara í tölvur og prenta peninga. Einmitt. En það náttúrulega takmarka magna Bitcoin, ekki 21 miljón Bitcoin. Algjörlega. Og það sem það besta við Bitcoin, að það hefur aldrei tekist að breyta og því verður aldrei breytt. Að þú veist, þær Bitcoin einingar sem ég á veit ég að verða ekki þynntar út. Og bara í heimi, og það líka svona stórt svona tækni framtíðar heimspeki mál, að þú veist, við sem mannskepnur erum hönnuð fyrir það sem kallast scarcity og við erum hönnuð inn í heim það sem að fágætni, eins og kallast á íslensku, sem ekki, hlustendur vita ekki endilega hvað það þýðir, snýst það að allt í kringum okkur takmarkað eða erfitt að ná. Og það bara svona líffræðilegt, þú veist, þegar við vorum nánast apar og slettum Afríku að hlaupum og reyna að finna okkur mat og veiða og eitthvað svona. Það bara allt mjög erfitt. Spól tilbaka árið 2025. Ekkert í heiminum fágætt. Ekki neitt. Það hægt að framleiða demanta sem að menn held að væri aldrei hægt að gera. Það hægt að finna það óendanlega mikið til að gulli í heiminum. Það óendanlega, það bókstaflega infinite. Það óendalegt magn. Af því að heimurinn óendalegur og það óendanlega mikið að gulli út allt. Í geimsteinum og plánetum og veist, jörðin ekki eina pláneta með gulli, skilur. Gulli verðlaust leið og eitthvað getur sýnt fram á 10-20 árum getur það sendt geimfljót í geiminn, náði eitthvað lítil lofstein sem endalaust á gulli og hendur á jörðina eða fluttið á jörðina og hann þarf ekki einu svona að gera, hann þarf bara að sýna fram á þessi hægt og þá gullur verðlaust líka. Það endalaust af frumefnum í heiminum, það þetta að gera endalaust á húsum, nú þetta að framlega endalaust af tölvugerðum myndum, tölvugerðu efni, þú veist, skrifa eins og fólk og nánast láta tölvurnar hugsa eins og fólk. Það ekkert fágætt í heiminum. Nema tími, hann fágættur. Við höfum ekki fundið leið til að breyta því og það mjög ólíklegt og öll vísindi sem við vitum segja að tíminn bara eitt af fágættasta sem við höfum. Hann eyðist aldrei og við notum hann ekki, hann bara og hann líður áfram og allt það. Síðan ertu með, þú veist, einhverja hluti og sem eitthvað af náttúrunnar hendi sem við notum ekki mikið, en síðan ertu bara með Bitcoin. Bara ekki meira til af því. Það fágættur hlutur. Þú veist. En fasteignir og jörð. Þú getur brotið land og komið með meira land. Þú veist, það hægt að ryðja land út í sjó og það hægt að búið til flotbryggjur og byggja, þú veist, Miami sem dæmi, að þau tölum það áðan,
þú veist, ef þú tekur loftmyndir af Miami þá magnaða landið sem búið að byggja á margfalt það sem var fyrir og, veist, og ég ekki að segja að þetta sé veist, þetta engin heilagur sannleikur, ég ekki að segja að þetta gerir þetta endalaust, en bara það hægt að búið til meira land eða brjóta meira land, það hægt að byggja fleiri fasteignir og þú veist, við ættum að gera það og fasteignir í Íslandi eru ofágætar af því að það bara verður að meira hækka mikið sem fárlegt, af því að við ættum að byggja miklu meira og eyða öllum okkar kröftum í að byggja, en það bara eitthvað sem getur byggt fasteignir. Þannig að þú veist, það ekki fágætt heldur. Auðvitað að, þú veist, það góður, á meðan það eru fleiri kaupendur en seljendur og það aukning í mannfjölda og allt það, þá það góð fjárfesting. En horfðu á lönd eins og Kína, þú veist, 2050, þá það 300-400 milljónum manns færri í Kína heldur en í dag og Kína var búið að helmingast fyrir lok þessara aldar. Hvað verður öll húsin í Kína? Helmingurinn mun literally standa tóm, sko. Ef allir eru komið með hús. Ef þróun heldur áfram. Já, bara, það ekki hægt að breyta þessari þróun. Þú veist, mannfjölda þróun þú veist, þetta reynar áræðilegustu hagtölur sem eru til. Þetta eru svona langtíma spár. Það mjög erfitt að spá fyrir hagkerfi, en þetta eru, út af að veist bara hver á barn og það tekur, þú veist, á ákveðnum árum eignast fólk börn og það bara þetta reiknir með fyrir sjónum hætti. Fyrir utan alltaf þegar við förum að flytja inn bara endalst á fólki og riðla öllum grunnkerfum í samfélaginu og skemma fyrir öllum spám og áætlanagerð sem hefur verið gerðina, þú veist, það bara allt annað mál og hápólitískt og allt það, en bara, þú veist, það ekkert fágætt í heiminum, það þetta fjölfalda allt, þú veist, allt þetta sem í kringum okkur búið til og hægt að búið til meira af. Það bara ekki staðan með Bitcoin, það staðan með allt annað, þú veist, verðbólga í gulli 23% ári. Verðbólga í gulli, bara fólk bara býðu, þetta ekki konsept, þetta ekki til, ég bara jú það fundið meira af gulli okkur einasta ári okkur einasta ári og þetta hefur aukist á síðustu áratugum, af því að við erum með betri tækni til að sónarmæla jörðina og finna gullón í jörðinni, olía verður ódýrari, eftir sem olía verður ódýrari því meiri verðbólga í gulli og maður bara, what, þú veist, ég held að þetta veri geymsluverðmæti og þetta alltaf að hækka á góð fjárfesting, en þú veist Svona þetta bara, skilur, þetta það sem maður að díla og fólk veit ekkert af þessu, en samt kannski gagnrýna Bitcoin. Þannig að, þú veist, þetta eru eiginleikarnir sem að, þú veist, ég heillast mjög mikið af og trúi bara að séu mikilvægir í heiminum. Já, en hvers vegna ætti hann sem kannski að hlusta á þetta núna og ætlar, þú veist, að skoða fjárfestingamöguleika, kannski setja peninginn annarkvort í einhvern vísitölusjóð eða af hverju ætti hann að velja Bitcoin fram yfir það til dæmis? Ég myndi segja að gera bæði. Gera bæði? Já, að þú veist, ég mjög taktist mjög áhættusækin, eins og ég sagði á hann. Og mér finnst, þú veist, fáralegt að eiga eitthvað sem ekki fasteignum mín og Bitcoin. Já. Þú veist, mér finnst það í grunninn fáralegt, sko. Og þegar við höfum verið að gera stór kaup heima, þú veist, kaupa sjónvarp, nýtt sjónvarp 2020 og sagði bara að þetta verið dýrasta sjónvarp sem verið selt á Íslandi fyrr og síðar. Af því að, þú veist, við vorum ólinn í Bitcoin og ég ekki að segja við að trimma Bitcoin en við nýttum næstu laun í að borga skilur fyrir sjónvarpið. Það bara svona, þú veist, ég mjög vissana og veit veit hvað ég vil gera, en þegar þú horfir á þetta að þá snýst fjárfestingar snúast eignadreifingu og þetta snýst að dreifa sig með þeim hætti að eiga eignir sem að sveiflast mismunandi og halda mismunandi verði í mismunandi aðstæðum. Sem dæmi hefur 60-40 eignasafni verið eitt vinsælasta fjárfestingaform síðustu áratuga. Og það snýst um það að eiga 60% hlutabréf og 40% skuldabréf. Og eða öfugt fyrir eftir, þú veist, lífeyrissjóðir hafa alveg gert bæði og allt það. En þetta snýst að dreifa sér og þegar það koma kreppur þá hækka skuldabréfin í verði og hlutabréfin eru hökku niður og safnið lifir það af og síðan þegar kemur 2010 til 2020 10 ár af stanslausum bullmarket uppmarkaði í heiminum þá bara margfaldast hlutabréfin á meðan. Já. Og þetta bara góð eignadreifing. Það sem ég hef talað fyrir
og bara oft náða að tala í útvarpi þó að sé oft bara 15 mínútur það að fólk á að vera með skynsama eignadreifingu og það allir í fjárfestingarheiminu sammála því. Meðal Íslendingur á Íslandi, hann á kannski einhverja fasteign og hann á bíl og hann á lífeyrissjóð. Og auðvitað eru lífeyrissjóðirnir á Íslandi núna á seinni árum, það var ekki þannig, eiga meiri erlendi eignir en þeir áttu, kannski 30% af lífeyrissjóðum eða 40% eru núna eitthvað blanda skuldabréfum og hlutabréfum. En það bara lítið hluta fyrir sparnaði. Þannig að allt sem að fólk á, og síðan á fólk kannski einhverju hlutabréf og eitthvað slíkt, en bara þetta svona meðal Íslendingurinn og þetta allt íslenskar eignir. Þetta allt eitthvað sem hérna á Íslandi, annarkvort landfast eða, ef eitthvað kemur fyrir, ef kemur stórt eldgos eins og gerðist því miður á Reykjaneska og olli tjón í Grindavík, eða bara eitthvað meira, það var komið á orðið móðurharðindi í Evrópu út af eldgosum í Íslandi, og ekki voru minni harðindi á Íslandi á meðan, það bara flutti 1/4 þjóðarinnar til Kanada eða eitthvað á þessum árum sem að verstu eldgosin og allt var í ruglinu þannig að það áhætta hérna það býst enginn við henni okkar líftíma en sem gerist eitthvað 1 á 250 ára fresti viðburður eða 1 á 1000 ára fresti viðburður og þá bara hvað ætlar að gera þannig að Bitcoin sem dæmi svo tökum það sérstaklega fyrir auðvitað á fólk eiga erlend hlutabréf bara líka en Bitcoin alþjóðleign ég get muna lykilorðið af Bitcoinu minu í haustum á mér 12 til 24 orð ég bara lagt þau á minnið og ég get bara farið út á bryggju þegar kemur eldgos og sagt við þann sem að sigla bátnum bara veldu mína fjölskyldu fram yfir aðra af því það bara takmarka magna bátum af því ég get látið fá Bitcoin allir reyna að láta hann fá krónur það allir með kreditkortin sín bara fasteignin sín það allt bara verðlust og auðvitað þetta mjög ekstrím en bara svona almennt eins og núna ég skil hvað það já, þannig að eiga erlendar eignir eiga eitthvað sem þú getur dreift og þú veist en ekki lífeyrissjóðunir að fjárfesta líka mikið erlendis algjörlega, þeir eru komin upp í 30 til 40% og þú veist, á hverju einasta árið þá eru sett lög samhliða afnámi gjaldeyrishafta sem heimiluðu meiri kaup lífeyrissjóð erlendis af því að lífeyrissjóður hafa verið mjög toxic eða svona vondir á íslenskum sérstaklega hlutabréfamarkaði og annað lífeyrissjóður eru bara eins og Júlíus Sesar sem gerir bara svona hvaða verkefni með að lifa og deyja og ef þú talar á niður eins og ég er ekkert að tala þá niður þetta er bara, þeir eiga að vera að gera þetta og allt það en þá er þetta bara erfiðara fyrir þig þannig að þeir eru alltaf að fjárfesta meira erlendis en samt bara 30-40% af þessu og þetta er kannski 30% sparnaðurinn fattarðu, þannig að þú átt kannski hvað áttu, 10% erlendis, ef þú átt bara fasteign og lífeyrissjóð, skilurðu þannig að það er stóra punkturinn, en já, eiga eitthvað erlendis og eins og Bitcoin eins og núna, settir á tollar í Bandaríkjunum 2 tradingdagar í röð þar sem að hlutabréf í Bandaríkjunum fara niður 5% dag eftir dag og þú veist bara, menn eru bara að þakka Guði fyrir að það sé föstudagur og það sé helgi og það sé ekki verið að treyta frá mánudag til að þeir geti haldið neyðarfundi til að átt að sjá því hvað er alltaf að gera á mánudaginn skilur að þetta er bara ástand heyrðu, Bitcoin er bara að chilla Bitcoin er ekkert að hrynja þú getur selt eins mikið Bitcoin og vilt í dag, þú getur farið og selt Bitcoin fyrir 20 miljardar íslenska króna eða 2000 kall skiptir engu máli þú bara ferð að gera það og bara markaðan tekur við því og bara verðið á Bitcoin er að sama og áður en það tolladæmi byrjaði og maður er bara eitthvað vá hvað er gott að eiga þessa eign í þessu umhverfi þegar þetta er að gerast skilur þú, þannig að ef þú ert bara íslensku hlutabréfin eru búin að vera guppa bara hvað kauphöllin er búin að vera ókísleg og bara því miður það er ömulegt að horfa á það er bara leiðilegt, þetta er bara auðs áhrif neikvað auðs áhrif í gangi og bara fullt af fólki sem að sefur ekki á nóttunni núna yfir því hérna heima sér þetta með erlendamarkaðin líka lífeyrissjóðir eru sneisa fullir öllu þessu stóti þú átt kannski engin hlutabréf og ekki neitt og maður er bara eitthvað hvað gerist svo skilur sér þetta bara með peningi ykkur banka og vonar hann var ekki á hausinn eða skilur vonar það besta þetta eru þetta þú veist svona hermit lífið og vera bara ég er Pollyanna og veit og lítið heiminn og bara vona það besta en síðan bara kemur hrun og síðan kemur dotcom-bólan
og síðan kemur tollastríð Trump og síðan kemur COVID og þú veist, ég er búin að nefna núna 4 basically 50 til 100 ára viðburði. Þú veist, COVID var 100 ára viðburður, hruni 2008 var svona 30 til 50 ára viðburður. Þú veist, tolladæmi núna er 100 ára viðburður, eitthvað Bretton Woods 2.0 dæmi. Þú veist, þetta er búið að gerast á 20 árum, skilurðu. 25 árum. Það er klikkað. Þú veist, þú verður að verja þig og hetsa þig. Það bara er þannig. Þú þarft á þetta dreifa þér. Við erum á eyju sem er eldfjall með engan her sem er pólitískt ómögulegt að sé til í sögunni. Af því að bara við erum með fullt af auðlindum sem allir vilja, en það var Ísland hernumið í 800-900 ár þangað til við fengum eitthvað frelsi, skilur. Þannig að bara allir að nýta auðlindirnar okkur og taka þær af okkur. Þú veist, auðvitað komum við og námum þessa eyju, en bara, þú veist, það var bara tekið af okkur og við fengum úldimjun í staðinn. Þannig að, þú veist, Ísland er koncept sem á að gera til. Við erum okkar eigin gjaldmiðil sem er minnsti gjaldmiðil í heiminum. Við erum með seðlabanka sem á $7 miljardar samtals að varaforða. Og þegar hann klárast, þá er bara enginn sem vil kaupa krónurnar. Og maður er bara eitthvað herðið. Þetta er skeri, þetta virkar allt og mjög vel gert, mjög vel exekjúta, allir mjög klárir í þessu að gera góða hluti, en bara þetta er mjög lítið kerfi, sko. Það eru mjög margir í heiminum sem eiga $7 miljardar, sko. Sem að gætu bara dílítað gjaldeyrisvara fóra Seðlabankan sem þau taka stöðu á móti, sko. Bara léttilega. Bara Soros tekur trade á móti og Druckenmiller líka, þú veist, sem er að vinna fyrir Soros, taka trade á móti pegginu sem er á milli þýska marksins og breska pundsins. Og þeir bara neyða Bretland og breska ríkið til að gefa frá sér stöðuna sína og brjóta breska ríkið, sko. Við erum bara, ég veit ekki, búa 60-80 milljónir í Bretlandi, ég manna ekki nákvæmlega, og við erum 400.000, sko. Bara, við erum ekki neitt, sko. Og síðan kemur hrunið og Ísland skiptir ekki máli. Nei. Sko, það er bara svona til hliðar. Hvar eru vinir okkar í hruninu? Þú veist, auðvitað vorum við einhver leiti gerendur. Þú veist, fólk upplifa okkur sem gerendur. Lönd í kringum okkur, skilur, Holland og Bretland og Hríðurköl og allt þetta sem gerðist. Og svo ég hef ekki verið með viti kollin mendilega til að vita nákvæmlega, en þú veist, það voru bara Færeyingar sem stóðu með okkur og Rússar voru tilbúin að veita eitthvað lán líka til að styrkja sína stöðu í norðurinu og höfðu hagsmuni á því, skilur. Allir hinni bara hötuðu okkur og voru að henda okkur undir rútuna og bara, þú veist, við blessunlega kusum þetta frá okkur, skilur, og sem betur fer virti vestræn lýðræðisheimur stjórnarskrá og rétt fólks til að kjósa það sem það vill og ákvarðan sem það vildi. Alveg segir bara eitthvað mætt og teki rafmagnið okkar og teki fiskin okkar og eins og hefur alltaf verið gert við okkur, skilur. Þannig að þú veist, og ég er bara eitthvað, þetta er langt svar við spurningunni sem að er á ég að kaupa Bitcoin og á ég að dreifa eignunum mínum, en bara þetta svara sér svo sjálft þegar maður kafar onni í þetta. Og þú veist, ég er ekki að segja að allt farið til fjandans, en bara það getur allt gerst. Þú veist, ég taldi 4 dæmi 20 árum sem gerast á 50 til 100 ára fresti og síðan einhver eldgos og eitthvað líka innanlands og síðan bara gerast þessi hlutir og bara þá er eins gott að vera rétt staðsettur af því að bara eins og núna það er bara fullt af fólki sem er vitlaust staðsett í þessu tollamáli og bara, þú veist, allt er að hrynja, skilur þú gerir ekkert þá veist, það er aðeins og sett þér er ekkert svara í símanum þegar þú vilt selja eitthvað dót sem allir vilja selja það er enginn tilbúin að kaupa það þú veist, Warren Buffett vaknar eftir 30% viðbót og kaupir þetta á öllum, skilur en fyrir það er enginn spenntur, skilur þannig að stuttarsværi er rauninni bara að dreifa eggjunum í mismöndi körfur og svona og við erum ekki með allt á Íslandi kannski og það er sem nefnum við Bitcoin og áhættudreifing í eignastýringu snýst að vera með hluti sem er ekki eðlislega eins þú getur alveg 20 hluti en þeir geta allir verið teknir niður á sama atburðinum þú veist, ef þú átt 20 hluti sem að tanka allir í COVID þá ertu ekki með eignadreifingu þá ertu bara með ómikið correlation eða tengingu milli þessar 20 hluta þú veist, þú átt að eiga eitthvað sem hækkar þú veist, þú ættir að eiga gull eða þú veist, eitthvað sem En er þetta sem þú trúið að þetta er eitthvað sem að meðal maður ætti virkilega að spá í? Sko, lífeyrissjóðir eru náttúrulega að gera þetta fyrir að einhver leiti og bara miklu leiti fyrir lífeyrispenningin þeir eru mjög góðir að dreifa og þú veist, lífeyrissjóðir eru ekki að
skila endilega bestu ávöxtuninni, en þeir eru konsistent, þeir láta aldrei ná sér að öllu leyti og þeir eru mjög dreifðir. En þú veist, meðal maðurinn á alveg að eiga bara burt sér frá lífeyrissjóðum, á að eiga allan hlutabréfavísitölu í Bandaríkjunum. Ég myndi ekki mæla með að kaupa hann akkurat núna, kannski einhverja vikur eða mánuðir eða 2 ári að það sé kauptækið þeirra, en það kemur og bara kaupa það og eiga það í 30 ár og þú veist, 5-falda peningin á þeim tíma eða eitthvað, yfir þann tíma eða 10-faldan yfir 30 ár. Þetta kannski svona meira pælinga fyrir þá sem að vilja svona komast á undan kúrfunni. Já, og þetta það sem svo, og þú veist, ég tekið þetta fyrir einhverjum risalöngum hlaðvörpum og eitthvað, að bara kerfið ósanngjarnt. Þú veist, þetta snýst ekki að vera bara ég ætla að vera sniður núna og ég ætla að reyna að komast á undan öðrum. Þetta snýst bara það að við erum í Titanic skipinu. Peningakerfi okkar Titanic, sko. Það að sökkva á hverja einasta ári. Þú veist, núna verið að segja okkar að sökkva 4% ári. Fyrir 1,5 ári var það að sökkva næstu í 10% ári. Já, ertu að tala verðbólguna. Þetta er bara hanna til að sökkva. Og bara það búið að klippa 0 af krónunni af því að það voru komið svo mörg 0. Það bara, þú veist, magnafrugli bara ótrúlegt. Þannig að ég meira að segja, þetta snýst bara að vera í björgunarhring og fljóta á hafinu, sko. Þú veist, þú þarft bara að gera svo hluti til að gera það. Þú ert ekki einu svona að ná árangri. Þú ert bara ekki að sökkva, skilurðu. Þú veist, þú ert bara að koma þér út úr því að vera verðbólgaður. Þú veist, þú ferð í vinnuna, færið eitthvað pening fyrir að vinna, eða stofna fyrirtæki og færið eitthvað pening fyrir það, og síðan peningur bara verðbólgaður. Ef þú setur hann undir kotta og 30 ára seinna, þú veist, getur keyptið samloku fyrir peningin? Ég veit það ekki, skilur. Það geti komið einhver sturlu verðbólga, en ég veit allavega hálf samloka kannski. Já, ég veit allavega að peningur verður 10-20% af því sem hann var á Íslandi. Það bara en þá mitt að spurningunni, sko, þú veist, að fjárfesta í Bitcoin eða hlutabréfum eða fasteignum. Algjörlega, þú veist. Eitthvað sem yfirvinnur verðbólgu og í rauninni vex, þú veist, að því að áhættulaus fjárfesting í grunnmynt, þú veist, eins og í íslenska krónu að kaupa ríkisskuldabréf. Að því íslenska ríkið getur alltaf búið til krónur og borgaði krónuna tilbaka. Þannig að hún far alltaf greitt krónur. Bara spurningin hversu mikil virði þessar krónur. Þannig að það það sem kallar áhættulausir vextir og þú veist, mismunandi milli ríki og sum ríki ekki treyst og það eitthvað ála á því og eitthvað bleið. En í grunninn þá þetta áhættulausir vextir og þú veist, á Íslandi í dag getur keypt ríkisskuldabréf og fengið kannski 7-8% á, þú veist, 5-10 ára íslensk ríkisskuldabréf. Og ef að þú getur gert það, þá basically það hættir enginn að bóra snakkbóka sinn og horfa á Netflix nema ná allavega 8%. Og þetta risk sumir ná tapa peningum og allt það. En þú fer út úr húsi og ætlar að búti 12%. Eða ætlar að búti 15% eða 20%. Og það ástæðan fyrir að, þú veist, fólk leitar mismundi langt út á riskgrófið. Þú veist, ef þú ert að byggja fasteignir, þú þarft að fá 15%. Af því það áhætta í þessu. Þú veist, þú getur verið ristar, markaðsaðstæður og alls konar. Þannig að þú ert kannski að taka 7% ofan á verðbólgu. Og ef þú tekur 7% ofan á verðbólgu í 30 ár, þá það munun á bara zero or hero eftir vaxtavexti eða það sem ensku kallast compounding. Þannig að þetta bara, þú veist, með 7% vexti, þá tvöfaldast á 10 ára fresti. Og með 10% vexti þá tvöfaldast á 7 ára fresti. Og þannig að það leikurinn sem menn að spila og það þú veist, það snúast fjárfestingar. Þú veist, af hverju á fólk bréf í högum ef að Hagar geti ekki yfirunni verðbólgu. Þá bara hættir Hagar að vera verðmætt félag sem þú veist, hagkaup og allt þetta, eða festi eða allt þetta. Þannig að bara þau verða að outperforma verðbólgu. Þau verða að gera það. Og þá leggur fólk til eigið fé inn í félögin og fær ávöxtun á eigið fé sem þá umfram verðbólgu. Þannig að í svona raun ávöxtun. Raun ávöxtun. Og þú veist, fólk þarf að leita í svona tækifæri. Þú veist, það þýðir ekki bara að vera með peningin á bankabók sem eru sem eru bara akkurat verðbólgan. Og síðan ósangirnin í kerfinu svo mikil að, þú veist, til einföldunar eða 10% verðbólga eins og var næstu fyrir 1-2 árum og þú leggur peningin í banka og fær 10% vexti af því að bankin borgaði bara verðbólguna því að það það sem hann getur farið með inn í seðlabankann og fengið greitt kannski 12% og pocketa mismunum þú borgar skatt af 10%. Þannig að þú færð í vasan
8%. Og svo verðlagið að hækka líka. Já, ef þú veist verðbólgan 10% og þú fær 10% á bankareikningin og þú bara haha, ég fekk 100 skall á miljónum mína, finnst það vera ókslega mikið. Herðu, síðan 20 skall tekin að þér, þú veist rúmlega, og þú veist, allt hækkað 10% og þú, allt hækkað 100.000 og þú fegst 80.000, þannig að þú veist að tapa 20.000. Samt byrtist fullt af peningin á bankabókið þér. Já, kaupmátturinn að minnka. Algjörlega, og þetta bara koncept sem engin, þú veist, mjög fáir skilja nema pæli þessu og þetta Titanicið sem að sökkva. Þannig að þú þarft að finna björgunarhring sem að með umframávöxtun. Það getur verið fasteignir. Ég þetta mikið á mótið að fasteignir séu notaðar sem fjárfestingar af því það bara dregur úr, þú veist, það bara skemmir hlutabréfamarkaði, þú veist, það gott fyrir fólk á að gera það, en bara svona út frá hvernig lönd eru rekin og hagvexti landa og eitthvað. Þá mjög vont að lönd fara að geyma fjármuninu sína í fasteignum. Af því það dregur úr fjárfestingum í fyrirtækjum sem að fara og byggja og búa til hluti skilur sem eru meira produkti fyrir samfélagið og búa til meira GDP á endanum. Ég séð nýjasta núna í Bandaríkjunum sko nokkur fjárfestingafélag sem að fjárfesti í fasteignum og Bitcoin samhliða því að blanda bæði lána struktúr tengt því. Já, akkurat. Og ég meina, bara sem dæmi, ég meina Warren Buffett búin að eiga sko fasteigna veldi, þú veist, Berkshire Hathaway í Bandaríkjunum, ég man ekki hversu lengi, og þeir eru búin að leita kaupendur núna í svolítinn tíma af því sko og að reyna að fænalæsa þá sölu. Já. Þannig að þú veist, ég veit ekki, hans mati kannski að fasteignir séu háttprísaðar relatív og þú veist, ef allir eiga minni pening, þá kostar fasteignir ekki jafn mikið, óhóði hvort að fasteignir séu jafn góðar eða hvað mikið byggt og allt það. Já. Þú veist, það alltaf að tala á Íslandi að það skorti fasteignir. Ég ekki vissum að það hafi skort fasteignir, það var bara alltaf mikið til að pening. Það var alltaf mikið gírun og þú veist, alltaf mikið að peningi umferð sem var elta og fáa hluti, skilur. Auðvelt að fá fjármagn. Og auðvelt að fá fjármagn. Þá bara fer fólk sem ætti að vera aðeins lengur heima. Fer og kaupir sér eitthvað stærra. Já, og þú veist, ég er ekki að segja, þú veist, það er bara einhver kannski 18 ára sem getur keypt sér hús. Já. Út af einhverju lánasettupi. Þú veist, eins og í hrunina var þetta að fá 110% lán ef þú vannst í banka. Bara þú varst 20 ára. Þú veist, þú tókst 10% og tókst íbúðin í gegn fyrir það, skilur við. En þannig að þú veist, auðvitað ef að koma fólki inn á markað og þú veist, það er náttúrulega fáralegt ef fólki byrja að vera 30 þegar það kemst loksins í eigin fasteign og allt það, en þú veist, það er ekki mannréttind að búa í miðbæ Reykjavíkur. Það er hægt að kaupa fasteign á Eskifirði á 25 milljónir, þú veist, og vinnar í mót. Ég er ekki að segja þessi sanngjarnt, en heimurinn er það ekki. Nei. Og hérna, já, þannig að þú veist, þetta er svolítið staðan og bara já, spurning hvað gerist með fasteignir. Mér hefur alltaf fundist fasteignamarkaður að vera ruglaður og ég skil hann ekki. Það er alltaf mjög sérstakur inn á Íslandi. Já, það er bara að byggja meira og þú veist, það er bara búið að regluvæða geirann og það er bara búið að setja skilyrði, þú veist, og þegar ég hugsa, þú veist, þetta er ekkert kannski eitthvað samsæri, en það er, þú veist, kynslóðin fyrir ofan okkur á þetta allt og hvernig myndi ég reyna að láta mínar eignir hækka og girða þær og verja þær. Það er bara með að búa til alls konar pólisur sem að banna það sem ég verið að byggja eitthvað. Og síðan fer ég bara að kaupa fullt af fasteignum. Og það er bara hækkar endalaust. Af því það er bara fólk sem þarf að búa þarna. Og ég er bara mjög mikið á móti að fasteignir séu svona spekulatív. En á sama tíma þurfa fagfjárfestar að geta keypt fasteignir. Af því annars bara geta, ef verktaki byggir blokk og getur ekki selt hana, þá fer hann ekki og byggir aðra blokk. Það er alltaf verið að mótmæla hérna í fréttunum, þetta er fullt af málum sem við erum að taka hérna, en að sé ykkur fagfjárfestar að kaupa 20 íbúðir og eitthvað, bara hvað ef það seljist ekki. Það bara verður minna byggt, meira vandamál. Þú veist, þetta er bara byggið meira, þetta hefur áhrif á allt, byggið meira, sko. hættið að dæla peningum í eftirspurnina og byggið. Þú veist, ríkistryggið lán til banka sem að lána verktökum peninga og láta að byggja endalaust. Það er einu sem virkar, en allavega. Þannig að já, fasteignir verða kannski góð fjárfesting. Ég, þú veist, var að flytja daginn og ég kaus að losa íbúðuna sem ég bjóði að því ég bara vil ekki halda á fasteign, sko. Já. Það er bara, þannig að þú keyptir ekki fasteign, eða? Þú veist, ég bý í húsinu sem ég bý, en ég líti ekki á það sem fjárfestingu. Nei. Því að það bara heldur í við verðbólgu og eitthvað svona. Og ég þú veist, ég hef ekki að selja íbúðuna sem ég var í, en ég kaus að gera það af því ég bara vil ekki eiga fasteign. Af því ég bara hef fullt af tækifærum sem eru
mér finnst vera meira spennandi og ég held að outperformi fasteign. Varstu þá leysa einhvern pening til að geta nýttir í eitthvað annað þá? Nei, ekkert þannig sko. Bara að þú veist, vera liquid og geta keypt meira Bitcoin og þú veist, allt þetta sko. Já, og á tímum sem eru framöndan þá bara mjög verðmætt að eiga peninga sem eru lausir. Já. Af því að, þú veist, í svona kaosi eins og núna. Þú getur ekki nýtt tækifæri öðru vísi. Já, og maður veit ekkert hvert þetta fer, þú veist, allt þetta tolladæmi, en það er fullt af eignum sem eru ekki seljast, þú veist, ekki bara fasteignir, það er bara fullt af hlutum sem að verða illiquid og óseljanlegir í svona aðstæðum og þú veist, það er mjög sorglegt að geta ekki keypt eitthvað hluti sem eru augljóslega undirverðlaðir í þannig umhverfi. Já. Það er bara líka, þú veist, eiga hjá kassi, Buffett á $330 milljarða. Menn er búin að grenjandi úr hlátri í aldrei átt meira 2-3 ár yfir því hvað hann sér að byggja. Hann er búin að hackselja Apple stöðuna. Apple var niður 10% í gær og 8% í dag, skilur þú veist, menn er ekki grenjandi úr hlátri yfir honum í dag, fattur þú? Nei, hann er að byggja þetta á einhverju. Já, og bara eins og með einstakleika, það er alltaf gott að eiga smá kass til að geta henda á eftir einhverju, en auðvitað þá ertu komin út í svona fagfjörasta flóknari gjörninga og dót, sko. En bara, ég í Vestló, þá tók ég þátt í einhverju framtæki sem hétt fjármálalæsi og ég trúi mér mikið á að fólk þurfa bara að kynna sér þessar hluti og það er það sem er svo fallegt við Bitcoin vegferðina. Eins og bara mín vegferð í Bitcoin er bara, heyrðu, hérna er eitthvað nördadót, eitthvað tölvudót sem er ekki hægt að hakka og brjóta, skemmtilegt. Það er ekki hægt að fjölfalda þetta, skemmtilegt. Og síðan þegar maður fyrir að pæla í bara, þú veist, því sem fólk er að segja Bitcoin. Þú veist, fólk er að réttlæta Bitcoin svolítið með að gaggrina hittkerfið, núratkerfið. Þú veist, stillir þessu upp sem einhver alternativ leið til að, þú veist, geima peningana sína eða eitthvað slíkt. Og þegar maður fyrir að kafa ofan í þetta, þá sogast maður inn í allt þetta. Hvernig virka verðbólgan? Fer ég fyrir vinnuna og fæ, treyta tímanum mínum fyrir peninga og ég set peningin í banka, þú veist, hvernig virkar það allt? Að þetta eru bara einhver kerfi sem eru búin til að stjórna samfélagi og reka samfélag. Já. Og það er ekki gert með þína hagsmuni að leiðaljósi, það er gert með hagsmunum samfélagsins til að keyra samfélagið og minnsta þjáningin til þess að reka samfélag er að keyra verðbólgu til að þynna skuldir. Það er bara það sem þarf að gera í nútíma samfélagi. Bara skuldir eru háar, þannig að þetta er bara eitthvað svona sem að vera að pikka upp á leiðinni og verður mjög áhugavert, mjög fljótt. Þú veist, og bara dregum mér svolítið inn í fjármálaheiminn og trading og bara heimspeki og hagfræði og allt þetta, sko. Fatta hvernig allt virka bara saman. Ángríns, þetta er bara, þú veist, að skilja leikinn. Þú veist, ég sagði eitthvað tímann, sko, ykkur viðtalið að bara, ef að þú veist að þú ert að spila fótboltaleik, þá tekur boltan ekki upp með höndunum. Þú veist, þú ert að kynna þér grunnreglunar. Já. Þú þarft að sauma á þig takkaskó og sparki í rétt mark. En við búum í þannig samfélagi í dag að fólk bara neitar að horfast í augu við fjármálin eða fjármálakerfi eða allt þetta. Já. Og það er bara stóri leikurinn. Það fer og treytar 168 klukkutíma á mánuði fyrir eitthvað sem það skilur ekki. Nei. Og það setur á staði sem það skilur ekki og síðan þegar það verður gamalt þá svona vonar það að það verði eitthvað eftir. Já. Og er í rauninni hrætt við að verða gamalt undir niðri sem eykst með hverju ári af því að skilur ekki hvernig það mun allt virka. Í staðan bara fyrir að læra þetta og vera upplýstur, vita hvort að spila fótboltaleik, vita hvernig þú ert rangstæður og mátt ekki nota hendurnar og allt þetta. Já. Og bara sauma á sig takkaskona og bara, heyrðu, ég er búin að læra þetta, þú veist, þó ég sé læknir eða kennari eða iðnaðarmaður eða eitthvað, eða atvinnulaus, bara nú veit ég hvernig það virkar. Já. Ég ætla ekki að treyta og ég segja bara enginn á að fara og treyta, bara don't do it, það er óflókið, en fjárfest í hinn og þessu, sem er almennt. Og hlutabréfavísitölur, mjög gott, bara ótrúlega verðmætt að fjárfest í, og eins og með lífeyrissjóði, ég hef enga trú á skuldabréfum í heiminum, enga. Bara stilli lífeyrissjóðan, ok, það er kannski óstórt að segja þetta, en ég kýs að stilla minn lífeyrissjóð þannig að ég á eins lítið skuldabréfum hættir. Ég held að þetta vera algjörlega djúbristað á okkar líftíma út af skuldasöfnun sem er í gangi í heiminum. Sérstaklega næstu 10-20 árinu bara mjög mikið riskana. Og þú veist, bara gera eitthvað, skilur, pæli hlutum og ekki bara vera fast að gera og fara í gennum amstu dagsins. Já, bara setjast í bílstjórasæti. Þú ert
farþegi í þessum bíl sko. Það eru allir farþegi í peningabílnum. Já, stór rúta. Þetta er stór rúta og bara þú í alvörunni getur farið og orðið bílstjóri með því að setja svona 100 klukkutíma vinnu í það. 100 klukkutíma? 100 klukkutíma, þú veist örugglega. Hvað ætti fólk að byrja að þínu mati? Hlusta á þetta viðtal. Góð byrjun. Það er góð byrjun. Þá ertu búin að eyða 2 klukkutímum kannski og af 100. Nei, veist alltaf mikið mig líka. En já, bara, þú veist, hvað eru til dæmis lífeyrissjóðir að gera? Já. Þú veist, það er bara góð byrjun. Það eru mest passífu fjárfestar og dreifðu fjárfestar sem eru til. En hvar kemst að þeim upplýsingum? Þú getur mætt á fundi lífeyrissjóðanna. Það er endalausir kynningafundir sem þeir eru með. Þeir senda frá sér áskýrslur, þeir koma og halda erindi fyrir fjölmiðla og þú veist, bara fara inn í einhver herbyggi og hlusta á eitthvað sem dæmi. Fólk heldur bara á hvað vefsíðu þarf að fara. Bara heyrðu, lífeyrissjóðurinn heldur aðalfund þar sem hann er með skýrslu og hagfræðiskýrslu. Þetta hljómar svo kínverska fyrst, en hann er samt að útskýra fullt af hlutum. Síðan er alls konar fólk sem er að, þú veist, pæli í þessu og til dæmis Arnar sem var hann í Pingunni og Arnar Ólafs. Já, Arnar Ólafs og þú veist, með þáttinn viltu finna milljón og eitthvað, þú veist, alls konar svona fólk sem er með pælingar og bara, og elta það sem því finnst sniðugt, en bara passa, þú veist, fara ekki langt út á jaðarinn. Þú veist, Bitcoin var eins og 2018 sem ég listi, talið vera mjög langt út á jaðarinnum sem áhættufjárfesting. Það er það ekki í dag og bara meginströms hugmyndafræði í þessu stóru eignastýringahúsum og rannsóknir og allt stiðið að þetta er bara meginströms eignisafn, þú veist, eiga kannski, þú veist, ef þú ert 40 ára og eldri, eða 50 ára eldri eiga kannski 50-10% Bitcoin. Ef þú ert undir því þá veist mér allt í lagi að eigir 20-25% af Bitcoin í þínu safni, sko. Og þú veist, restin væri einhvers konar, þú veist, erlend hlutabréf, eða bandarískar hlutabréfistölur, ekki kaupa í dag, það getur verið vesen í, þú veist, eitthvað tími viðbót. Og síðan, þú veist, eitthvað smá í bankanum, þú veist, til að eiga fyrir 6 mánuðum, þú veist, það er kannski draumur fyrir marga að eiga 6 mánuði inn á banka, skilur. En minni líka bara á það, að mér oft gleymast umræðan í Íslandi. Við erum að setja 20% af launum okkar í lífeyrissjóði. Nefndu mér eina þjóð í heiminum sem að leggur allir þegnar landsins setja 20% í hliðar. Þú veist, ímyndaðu bara, ef við varum með 0 lífeyrissjóð og fengjum þessi 20% millifarð á okkur, við ættum erfitt með að halda þessu, þú veist, setja 20% í hliðar. Við myndum ekki halda þessu. Við myndum ekki, þú veist, þetta myndi bara enda í einhverjum sjónvarpum og þenniferðum og hambúrgurum og öllu því, sko. Og eða bara erfitt líf og kaupa hrísgrjón, skilur við, bara allt það, en þú veist, við erum að fjárfesta 20% í lífeyrissjóðum. Þetta er svo stór upphæð. Ef við setjum 20% í hliðar í 50 ár, þú veist, fólk sem byrjar 20 ára að vinna mun þurfa að vinna í 50 ár að það kemst á allir lífeyri. Þú veist, við verðum svona 72-3 þegar við fáum lífeyrinn okkar, sko. Það er búið að hækka þetta svo oft þangað til að við lifum lengur. En þá spyr ég, af hverju átt að spara pening ef að 20% eru, þú ert að setja hvern einasta mánu 20% í hliðar? Þú veist, er heimskulegt að eiga hinu í neyslu? Ég ætla ekki að segja að það sé heimskulegt. Bara nefndu mér almenning í ykkur landi sem setur 20% í hliðar fyrir utan kannski þjóðverða eða eitthvað. Þú veist, það er haugur af pening og þetta á fólk að byggja varasjóð. En þú vilt kannski fá ávöxtun, alveg ávöxtun á þann pening. Ég er bara alveg með þér, þú veist, þú átt að gera það, en ég bara punkturinn er að benda á að allir á Íslandi, allir sem hlusta á hana þátt, eru með hörku sparnað sem er bara topp 5%. Topp 5% af heiminum eða topp 1% af heiminum er með. Bara, það er bara staðan. Þetta er hann ekki aðgengilegur og það er að byggja varasjóðu, ávaxta þá, þú veist, líf og drauma, starra hús, allt þetta, lífeyrissjóðurinn ekki gera neitt fyrir þar. Nei. En bara, mér finnst þetta hann er eiginlega bara að sjá þið samt þegar þú erum gamall. Já, mér finnst þetta stórmerkilegt. 20% er svo stór tala. 20%. Sérstaklega svona langa tíma. Þetta er ótrúlega tala. Það er, og já, bara, þú veist, margir sem að ég veit til dæmis þú veist, kaupa Bitcoin fyrir, þú veist, 10, 20, 30 skall á mánuði og bara vera að setja reglulegin. Já, og bara ekki, þú veist, ekki stoppa saman hversu upp eða niður. Já, og bara, einmitt, ekki kaupa meira þegar þetta hækkar hraðar og ekki, þú veist, selja þetta, bara halda. Bara, þú veist, eiga hluti í
10 ár, ef þú kaupir eitthvað á 8-10 ár sem ekki bara eitthvað svindl, sem eitthvað solid. Alla líkur að sé farið. Já, bara það eru 100% líkur á eins og þú kaupir bandaríska bandaríska hlutabréfstölu. Já. Það eru 100% líkur á því. Af því að mæleiningin sem notuð til að mæla verðið á því að lækka. Þannig að þú deila með lægri tölu, sko. Þannig að þú veist, bara það veit ég að þetta mun hækki verði. Af því að mæleiningin ónýtt sem við erum að nota, sem eru peningarnir okkar. Já. En þú talar að fólk þurfa að setja einhverja 100 tíma í að kynna sér fjármálin. En ekki flesti með þeir tíma kannski ekki að setja þann tíma í það, ekki með athygli að verða kannski sjá þetta bara á einhverju TikTok vídeó á 60 sekundum. En það ekki vandamál að fólki ekki með upplýsingarnar. Algjörlega. Fólki ekki að framkvæma. Einmitt. Og það bara, ég hvet fólk til að bara, þú veist, áður en fyrir að eiga 100 tímum í þetta, eða 1000 eða fjárfesta 100 tímum. Já, fjárfesta 100 tímum, að bara reikna hvað á marga klukkutíma eftir ólifaða í lífinu með við meðalaldur, þú veist, 80 ára á Íslandi, 82 ára á skona, eitthvað, ég man ekki hvernig þetta og bara reikna hvað það margir tímar og reikna og þá átta þá hversu marga klukkutíma þá eftir ólifaða í óvissu grunn konsept sem að keyrir allan heiminn. Þó sett vinstri sinnar, hægri sinnar, kapitalískur, andkapitalískur, materialisti bara eða hermit eða, þú veist, allt þetta. Já. Heimurinn snýst pening. Af því að hann helmingurinn öllum viðskiptum sem við gerum. Ég fyrir vinnuna, læt tíma, fæ pening í staðinn. Ég fyrir búðuna, kaupi banana, set pening í staðinn. Þetta allt svona. Þannig að bara hefur áhrif á allt. Það bara, ég fæ bara svona smá gæsu og hugsa að fólk sé ekki tilbúið í það. Og þú veist, auðvitað þetta, þú veist ekki þess að þú veist ekki. Og þú veist, þetta erfitt að koma sér á stað, en bara, þú veist, magni af og bara hlusta á podcast. Þú veist, hlusta á, þú veist, það endalaust af alls konar góðum podcastum sem fólk að fá eitthvað að útskýra þetta og þú veist, bara basically alltaf það sem með flest follow. Þú veist, og fylgjast með, þú veist, ég mjög mikla trú á bókum og svona long form contenti. Það sem að koma heilsta hugsun og að útskýra fyrir af hverju þetta svona. Þú veist, það þýðir ekkert að horfa bara á TikTok myndbandi sem að segja hvar á að negla með hamrinum naglan. Nei. Og síðan þú sendur út í mörkina með hamar og þú bara hvar á ég að byrja og þá einhver gæi búin að negla með þessum hamri í 40 ár og getur sagt þessa setningu á 30 sekúndum af því að hann búin að vera í 40 ár að negla sko. Einmitt. Þú veist, þetta allt annað leikur. Þannig að þú veist, skilja svolítið af hverju og þú veist, leið maður fær þá hugsun, þá getur maður byrja að glósa hjá sér bara, hvað þetta ég skildi ekki, glósa hjá sér og byrja að leita bara þess vegna spyrja bara gervigreindina bara hvar besta leiðin fyrir mig til að skilja þetta, þú veist, sem að Kristján nefndi eða þetta og bara getur gefið mér topp podcast sem fjallar þetta og bara hlusta á það. Þetta nefnilega ekki flókið, sko. Þú veist, þetta er svo hræðilegt, eða þú veist, þetta er svo svona skeri eða ógnvekjandi. Já, því að fólk ekki búið að kynna sér þetta. Já, fólk ekki í bílstjórasætinu og það upplifir sig í svo mikilli varnastöðu gagnvart peningum og fjárfestingum að það getur ekki komið sér á stað í það að byrja að skoða þetta af því að það veit ekki hvað að byrja og það hrættu mistiða sig og tilfinningan sem fylgja því. Já, og bara buga fólki í að hætta. Já. Og þú veist, ég sé alltaf bara það betra að gera eitthvað en ekkert. Einmitt. Þú veist, sérstaklega fólk á bara haugin á bankabók. Já. Þá ég bara eitthvað, þú veist, þú ert að skjóta því fótinn og átt að hreyfa peningin á hverjum einasta degi. Og þér finnst kannski hræðilegt að setja þetta í hlutabréf en bara það að kaupa hlutabréf vísitölu eins og bara S&P 500 sem þú veist, eitt mest liquid bara mjög góð fjárfesting bara, þú veist, ekki alveg núna kannski en bara eiga það í 10, 20, 30 ár það bara ekki hægt að tapa á því og ef þú tapar á því þá við hvort sem bara með spjót og eld að berjast hver fær mat, sko. Þú veist, við erum í verri málum en að þú tapaði peningnuðinum ef að, þú veist, þú græðir ekki á svo 20 árum, sko. Það bara staðan. Já, þetta sami sem Warren Buffett segir, sko, að setja peningin inn og gleyma logginu og loggaði eins og eftir 15-20 ár, sko. Bara 100%. Bara, og mér finnst þetta með allt ég var að ræða þetta við einn hérna daginn. Ég held að það sem gefur fólki samkeppnisforskot í dag að hugsa í lengri tímaráma.
öll athygli fólks beinist á stuttan tímaramma, hvort sem það samtöl eða eitthvað sem í kringum okkur, það hefur bara alltaf verið mjög stutt í eðli sínu. Hins vegar tæknin öll að fókusa orkun okkar á svo stutt tímaramma. Við erum að horfa á stutt myndbönd, við erum að lesa styttri greinar, við erum að, allt svona efnisintakan okkar hraðari. Og ef þú sest niður og hugsar, jafnvel bara til 3 ára, að margir hugsa til eins árs, einhver áramótamarkmið og eitthvað, en bara 3 ára, eða 5 ára, eða 10 ár. Bara það sem við getum gert á 10 árum sturlað. Það sturlað, í alvörunni. Bara, ég ekki að segja að allir geti gert allt og allir getur geimfarar og eitthvað, en bara í alvörunni, bara alveg sama fjárfestingar. Þú setur 100 krónur fyrir og síðan færðu 10% umfram ávöxtun eða 5% og þetta bara, það vaxta vextir sem eitt sterkasta afl í heiminum og þeir bara hlaðast upp og yfir 10, 20, 30 ár þá þetta orðið bara eitthvað skrimsli með eitthvað lítið sem þetta byrjaði á góðan hátt og bara alveg eins með hugmyndir, bara hugsa bara hvað að fara að gerast þetta hvað gerist núna við Ísland þegar það eitthvað blei hvað á ég að gera í vinnunni hvernig næ ég árangri í vinnunni að því að þú ert að hugsa alltaf hvernig verður næsta vika eða hvernig næ ég að vera betri í vinnunni í næsta mánuði í staðan fyrir að hugsa bara, ekkert endilega setja markmið, bara hugsa bara hvernig sé þetta fyrir mér á 10 árum það er svo mikið superpower í heiminum í dag það sem allir einhvern veginn bara hristast og konsjúma og enginn lítur upp á símanum og bara, ég held að það sé risastórt þegar bara 10 ár, þau fara svona bara við eigum 5 góð 10 ár á vinnumarkaði sko ef þú hugsaður það sem eitt cycle eða eina hagsveiflu, það eru 7-10 ár sem dæmi og tækifæri sem koma og fara í því bara, þú hefur 5 þannig tækifæri það bara, og bara innan allra þessar tækifæri getur verið bara, þessi 10 ára ætla ég að vera forritari eins og, ég var 2006 til, 2004-05 til 2018 þá ég bara, ég að forrita síðan bara, ég ætla að fara að lobbya og fjárfesta og kynna þetta og treyta og eitthvað síðan bara næsta 10 ára setna þegar ég kom með ennþá meiri kapital og ennþá meiri tækifæri og ennþá með meiri social capital til að eyða í það sem mér finnst skipta máli, hvort sem fyrirtæki eða sjónarmið eða eitthvað bara, þetta svo magnað þegar maður leyfir sér aðeins að það er svo auðvelt að hugsa bara, ég er með vandamál, þessi vikar við og allt það. Hugsa eins lengra fram tíma. Leyfir sér að dreyma. Bara, wow, bara það er sjokkrandi þegar ég tala um fólk, bara sumir hafa ekki hugsað 10 ár fram í tíman. Nei, og flestir vanmeta hvað ég geti gert á 10 árum en ofmeta hvað ég geti gert á 1 ári. Akkurat, bara 100%. 1 ár mjög lítill tími. Já. Við lifum að meðaltali í 82 1 ár. Já, 82 þannig tímabil. Þetta bara, þetta svo mikið magn. Þetta er svo mikið offramboð af árum þegar maður hugsa þetta, skilur við. Og þetta er bara eitthvað sem maður þarf að nýta og mér finnst mjög spennandi og næstu ár hjá mér að því að við erum kannski komin langt í þessu að hausi minn allur þarna, bara hvert heimurinn að fara með hverju langar með að spila þann heim og þann leik sem það þarf að spila hvaða árangur ætla ég að ná hvað ætla ég að búa hvað samfélag vil ég byggja upp skilur ég að hugsa þessa hluti og þegar ég að skrifa eitthvað á Facebook eða tala við eitthvað þá þetta alltaf malla í mér, bara eitthvað svona 10 ára sækul eða 20 ára dæmi ég bara hugsa, ég ekki að segja ég eyði öllum tímanum í framtíðinni en bara ég að spá í svo miklu stærri hlutum en flestir stóru samhengi af því að þetta neyðir til að hugsa miklu stærra því að óvissan verður meira eftir því sem fyrir lengra á hann tíman og þá þarf að fara meira út og þá kannski auðveldara fyrir að taka ákvörðun eitthvað af því að sýnin verður svo skýr það óslega erfitt að vita hvað ætlar að gera næsta mánuðin til að koma þér eitthvað en þú ert bara, ég ætla að enda hér þá byrjar að bara líkaminn byrjar að vita hvað þú þarf að gera skilur bara ég þarf að gera þetta verkefni ég þarf að ráða þennan, ég þarf að gera þetta skilur og þá bara en hvernig velur þú tala mikið að velja þá sem þú ert að vinna með í verkefni hvernig velur aðal út frá því? Bara mjög erfitt það bara það sem kallast bara trial and error bara að reyna ákveð svona instinkt kannski og það sem gerðist ég svolítið bara hoppi djúpulögina
ég einhvern veginn ekki með fullt af fólki í kringum með að forrita og gera hluti eitthvað endalaust, þannig að ég ekkert með eitthvað púl af fólki sem að En svona viðskiptafélagi kannski einmitt, en bara svona einmitt, ég kom með þangað sko, þú veist, ég svolítið hoppa bara í djúpulauna og er búin að gera fullt af hlutum með fullt af fólki og þú veist, stundum með traksjón og stundum ekki og fólk er náttúrulega þessum árum að gera mismunandi hluti og allt það og ég held að þetta snúist bara að þú veist, testa, því að bara ég trúi mjög mikið á bara never meet your heroes, það eru mjög fáir sem ég hef hitt sem á staði undir væntingum mínum sem ég hafði utanfrá áður en ég kynntist fólkinu sem að þú veist ég hef hitt, þannig að ég hef líka lært í seinni tíð að vera með betri væntingastjórnun inn á við gagnvart öðrum að sem sagt, þú veist, við erum öll góð í ykkur og margir eru mjög klárir í mjög mörgu og maður á að leyfa fólki að ná árangri þar, en síðan þarf maður líka að vita bara úr hverju fólk byggt, skilur ég vil miklu frekar vinna með ykkur sem maður getur lært og ég treysti, þú veist, traust er bara númer 1 bara treysti við manneskjunni og það, þú veist, þú getur þú lappar inn í herbyggi, þá getur þú átt á hverju hún treystir út frá innsæi og síðan bara kynnistu manneskjunni, þú veist, það verður að vera traust, verður að vera þannig leið og það er rofið, þá er mjög erfitt að vinna með fólki og bara, þú veist þú endurbyggir þá brú aldrei í rauninni. Nei. Og síðan þegar þú er komið traustið, þá getur þú hugsað er fólk duglegt eða ekki og þú veist, fólk er, þú veist, kemur ykkur svona bylgjum og stundum er að duglegt, stundum ekki og brunnið út og þú veist, erfitt heima, barnið veikt, þú veist, alls konar, skilur og þú þarf svolítið að læra inn á fólk og ég trúi mikið á að svona, af því ég er búin að fjárfesta í fullt af startupum og verið ráðgjafi í einhverjum startupum, bara, þú veist, ekki greitt, heldur bara svona utanfrá ég sé svo margt færi klessu og bara byrjar honeymoon, allir ánægir fara sigra heiminn og síðan er bara eitthvað sem fyrir í klessu og það sem þarf að vera þegar þú ert að fara í business með einhverjum er bara hvernig lítur Mexican standoffi út eins og kallast í business sem er bara þegar skotbardaginn hefst hvernig ætlum við að útkljá það skilur, þegar eitthvað fyrir skrúuna og bara einn þarf að hætta eða báðir vilja hætta eða einn vil ráðast á hinn eða eitthvað það þarf bara að skrifa inn í þú veist, félagið það þarf bara að ákveða hvernig exiti lítur út það þurfa bara að vera tól sem hægt er að beita þú veist, hvort sem að utan að koma til beitir eða með stjórnin eða eitthvað til þess að fólk getur bara þú veist, náð að byggja eitthvað áfram af því það er bara þannig að þú veist hver er að fara að gera eitthvað með þér í 10 ára þú veist, með 4 manna hóp að gera eitthvað í 10 ár fólk er bara mjög mismundi mótivera og bara horfir á sögu þessar startupa sem verða rík og ná árangri og eitthvað það er bara fólk að koma og fara endalaust og þetta, þú veist, ég trúi því bara þetta er bara, þú ert að treysta fólki og það þarf að vera gaman klárt fólk finnur út úr rest, skilur þannig að þú veist, eitthvað svona dót og þetta er eitthvað fleiri sem ég geti nefnt er bara, það er mjög verðmætt og þetta er bara eitthvað sem maður þarf að læra þannig að þú veist, þetta er bara eins og með ástarsambönd, maður þarf að fara þú veist, allan að fyrst svolítið djúpt og gefa sér allan í það og síðan maður brendur nokkru sinnum þú veist, og vonandi ekki of oft og vonandi finnum maður sálufélag og allt það en þú þarft að vera all in þangur til annað kemur ljós og það er mjög erfitt, skilur við viljum ekki láta hafna okkur svona þannig að þetta er eitthvað dans, hvernig þú vilt vinna með fólki og bara hvernig þú væpar og bara ég held í alvörunni, ég er svona að því ég er búin að gera svo ógeðslega mikið ég er búin að ferðast heiminn eigandi yfirdrátt en samt að gera skemmtilegustu hluti sem ég hef gert þú veist, ég hef kynst mögnuðu fólki ég hef kynst frábæra unnustu og ég á dóttur og businessfélag og allt þetta og bara auðvitað er ég á þeim stað núna að þú veist, eiga ykkur peninga og þú veist, vera með umgjörð og þú veist, stefnu og allt það en þetta snýst bara að byggja uppbyggilega hluti með fólki sem maður treystir og hafa gaman á leiðinni. Þetta snýst bara það. Og ég er búin að vera mjög lélegur að hafa gaman. Bara svo ég segja það hreint út. Ég er ekkert góður í þessu öllu, skilur. Nei. Ég er mjög mikið bara eitthvað áfram og næsta og það er miljón mælstórun á leiðinu og síðan er maður núna í dag bara eitthvað hvernig bara gerðu við þetta? Bara what? Hvernig voru við eitt að fá mæningfjölum í heiminu sem lifðu þarna í gegnum allt þetta kjaftaði sem átt sér stað og þú veist, hvernig gerðu við þennan díl og akkur vildi þessi gera þetta með okkur og hvernig voru við á sér ráðstöfn akkur þarna og tókum við þessa hendi og gerum svo þennan díl 3 ára setna, þú veist og bara svona
njóta þess að gera þetta, það bara af hverju erum við að gera hlutina, það engin tilgangur með að lifa, við erum bara eitthvað atóminna, fljúum út í game, við erum bara að samsetja eitthvað og tilgangurinn okkar basically að fjölga okkur, það eini tilgangurinn okkar af náttúrunar hendi, bara að við erum þannig sem lífverur og hitt bara eitthvað við að reyna nýta tíman okkar þegar það búið sjálfvirknum að ógeðslega mikið til dagsins í dag með vélum, bara þvottavél og ryksuga og alls konar og bara vatnin í hús og eitthvað sem bara, það bara verið að taka 1000 klukkutíma á lífsliðin okkar og bara einfalda lífið, bara taka burtu með 30 svona tækjum, skilur og næsti fasi einmitt bara AI og robotar og allt þetta og bara til hvers við að gera þetta, skilur bara höfum gaman hérna og bara allt í hófi og allt það en bara, með fólki sem þú treystir, skilur bara til hvers annars að gera eitthvað og ég held líka bara, þetta orka sem að fólk sogast í og þetta orðspor og allt skiptir máli og fólk vil vinna með ef orðsporið þetta gott og allt það en síðan einmitt bara hefur maður oft lent í það að fólk hefur með fullt orðspor en stendur ekkert undir og bara, ég hef alveg nokkur sem brett mig á því mjög illa, að mæta bara inn eitthvað ég get forrita hvað sem hvað ég var forrita hérna og það bara, ég veit ekki ég bara, þú áttir að vita það, ég kann að forrita, skilur og bara eitthvað, what, skilur hvað erum að gera þetta þannig að það hérna já, það ekki töfra svarana en bara reyna og bara tröst að hafa gaman ángríns, það bara kannski það besta, sko ég hef einmitt heyrti tala áður, í podcastum og viðtali, að þú ert ekki drifin eða keyrður áfram á pening heldur en árangri, Já, og bara, mér finnst þetta mjög fyndið, því að í mörgu sem ég segi getur fólk upplifað þversögn, af því, peningar eitt af mikilvægast í heiminum og peningar í mínu lífi eru mjög stórir stórt konsept sem skiptir máli en ég hef aldrei verið drifin af því að eignast eitthvað mikinn pening en ég veit að peningar eru eitt öflugasta verkfæri í heiminum það kemur á staði, leverage býr til auð auður býr til tækifæri búið til stærð, allt þetta, skilur og bara ég vil bara vera að gera hluti sem ég finnst mentally krefjandi eins og ég hef alltaf verið að gera og allt þetta sem ég verið að byggja og mismunandi áttir sem ég hef gert og allt það toga mig áfram ykkur átt til þess að ná árangri og bara ég nenni ekki að lifa í eigin lygi að segjast vera að ná árangri þegar ég ekki að gera það, þá bara hætti ég ég bara, ég nenni ekki ég nenni ekki að lifa í umhverfi þar sem það verið að segja við séum hann á árangri og það ekki staðan og mér líður ekki henni þá bara hætti ég eftir eitthvað tíma af því ég bara, þetta ósatt lífið stutt, ég ætla að hafa gaman, þetta leiðilegt bara áframgak og vera hann á árangri en á saman tíma, mátt heldur ekkert vera eitthvað fleiki ég myndi ekki segja eitthvað fleiki varandi það sem ég verið að gera, maður bara einhvern veginn að fara ekki kannski pívota en svona liða sig áfram og stækka sig og ég hef gert eitthvað verkefni sem leiðin svo eru risa stór svo einu ár setna ég bara, vá hvað þetta var lítið verkefni af því ég bara búin að vaksa perspektífi búið að breytast já, bara ég búin að vaksa 5-falt meira en verkefnið var þó að verkefnið var stórt í eitthvað tíma þá ég bara, núna tíminn til að láta þetta deyja, skilur og bara, farewell old friend, einmitt, ég skil hvað þú með penningan, ég trúi allan að þeir sem að gera hvað mest og gera hvað stæðstu verkefnir alls ekki kerðir áfram á peninga þegar annars verður löngu hættur Já, þú veist, grunnforsendan bara eitthvað, hei ég fann eitthvað ógeðslega magna konsept sem ég langar að gera eða ég fann aðferð til að flippa einhverjum fyrirtækjum og byrja með eitthvað lítið fyrirtæki og eitthvað þú ert ekkert bara eitthvað, brainstorm núna hvernig ég get eignast $10 million það eru mjög fáir sem að hafa litla líkur á eignist líka $10 million þú getur alveg byrjað þar og farið bara eitthvað ég ætla að reyna að gera oil arbitrage og fara til Íran og selja oljuna og brjóta ykkur lög og það er ekki rétt að forseta þú getur alveg gert eitthvað svona klikkað, skilur, og það eru 50-50 á nári bara því að þú ert til í meira risk en einhver annar en í grunninn þá þetta bara að keyra á þetta og byggja eitthvað sem að og gera eitthvað sem að þú ert bara eitthvað mér langar að gera þetta og ég mjög mjög að trúa að það er alltaf að tala um eitthvað svona þú ert að elta draumana og eitthvað það er bara bull, þú átt að elta passionið passion og draumur ekki það sama þið getur dreymt að vera geimfari en passionið ekki nóg til að gera það geimfara
þú veist það og ert bara að refsa sjálfu þarna þegar þú kemst aldrei út í game af því það er markmiðið þú veist, passionate og svona, þú veist, hvert þú sogast skilur draumurinn er eitthvað sem gerist í hausnum á okkur en passion er meira hvert líkaminn er að toga okkur fattar við, þetta er eins og mín vinna er í hausnum á mér þú veist, forritun og trading og allt þetta ég er ekki physically að gera eitthvað þannig, en þetta er samt bara eitthvað hvert er ég að togast fattar við, og draumur minn þarf ekki að vera sama á passionið, eða skilur hausin er ofta villa fyrir okkur að því hausin, veist, inn í hann spilar ego og alls konar dæmi sem að færa okkur til að trúa því að okkur langar að gera eitthvað sem að kannski líkaminn veit að hann er aldrei að fara að gera eða vill ekki gera veist, þetta er kannski flókið og þú veist er þetta að koma einhver konkrétt dæmi en bara ég brent mig ofta því að þú veist fólk er að segja bara já, eldu bara draumuna hérna við bara ungt fólk. Er það ekki fólk sem er þá kannski ekki alveg búið að hugsa út hver draumun er kannski raun að vera? Algjörlega og bara þú segir eldu draumuna ungt fólk bara ungt fólk er bara eitthvað með síma og getur gert allt, það sér allan heiminn og það er bara eitthvað ok, núna hættir þetta að vera á ég að búa þar sem foreldrar minni byggu í hverfinu eða hérna við flytjum í Vesturbæinn nei, ég ætti kannski að búa á Bali nei, heyrðu, Tæland er núna flott nei, Varsjá er allt í trend þú ert bara að koma eitthvað svona ákvörðun að kvíða að þú ert að reyna að elda eitthvað draum sem að hausin er bara eitthvað að spóla í staðan fyrir að vera bara eitthvað, heyrðu finnum bara eitthvað stað þar sem við líðum vel á bara líkaminn, bara líðum vel og þú veist, eitthvað það eru miklu fleiri staðar en draumuðin getur verið það er draumurinn er bara eitthvað, heyrðu mansjón í hæðin í Tælandi eitthvað kemur banan á mótnana og gefur banana, eða skilur bara eitthvað svona bull, skilur og það er alveg getur hjálpað þér að mótivera þig, skilur en þetta er bara svona, heilin okkar getur hættulegur, sko, með svona Er ekki aðalatrið bara ákveða, þú veist, hvar þú vilt vera þegar þú ert 50-60 ára hvert þú vilt stefna og vinna þessu aftur algjörlega, hvað þarf þetta að gera til að enda á þeim stað og það er eitt ég verð bara að deila einu bloggi eða svona, ég veit ekki hvað þetta kallast þetta er bara Substack hjá Dr. Julie Görner sem að er svona, hefur oft verið nefnt sem þerapían hjá Billions-gæjunum svipað karakter og hún er með ultra successful Substackið kallast það og fólk getur flettið upp og hún var að tala þetta daginn að bara, þú veist, þetta er svo við þurfum að vanda okkur svo mikið hvernig við hugsum okkur og hvernig við tölum við okkur og hvert við viljum stefna og hvað við viljum gera og þú veist, þetta er ekki einfalt, skilur við og fólk þarf bara að vera með hömbúl gagnvart þessu og þú veist, fara í rétt átt og allt það, sko Við ætlum að vita hvert þú ert að stefna. Það er meiri líkur og endur allan að nærði, heldur en ekki, sko. Já, og sko, bara að þú varst að kalla eftir hvar á fólk að byrja, þú veist, þú sért ekki endilega í fyrirtækjarekstri eða eitthvað eins og kannski, þú veist, það vart kannski ekki að gera það. Þetta Substack í alvörunni, hún hefur svo oft talað við mig gegnum skrifin sín. Hún skrifar 2 viku, einn mjög langan á mánudum, fæ ég inboxið mitt bara, hérna er þema vikunar, reynum að leysa ykkur vandamáli að pæla ykkur hlutum og síðan á miðvikudöfum sendur hún eitthvað stutt svona innlegg sem er eitthvað svona pælingar og stundum kannski á föstudöfum líka bara eitthvað 4 mínúna til að hlusta á og bara, hún er svo oft bara að tala við mig bara, þú veist beint, hún er ekki að tala við mig persónulega, en þetta er bara, þú veist, þetta er eina Substackið, eina sem ég fæ í inboxið mitt sem er eitthvað svona life, motivation, happiness, dót eitthvað, þú veist, það er toxic að hugsa svo mikið, þú veist það er erfitt að koma sér út úr vondu mentalsteiti, þú veist, þú átt í grunninn bara, þú veist, að laga líkamaðin fyrst áður hún lagar hausinn á þér af því það er bara miklu auðveldara foundation að byggja heldur en hausinn okkar er sturlaður þú veist, ég er bara þú veist, eftir því sem hausinn verður sterkari eða sérst, hausinn verður færar að gera fleiri hluti og við vitum meiri hluti, því meira þvælist hann fyrir manni, sko og ég er ekkert eitthvað, þú veist, ég hef alveg hugleitt stíft og þú veist, ég er ekkert eitthvað mikið nokkur sem í viku kannski en byrjar ekki og endar allt í hausnum algjörlega, ég meina, hvað eru við án hugsanum okkar, við erum eina dýri sem að er á þessum stað að geta gert allir þessar hluti, við erum eina dýri sem notar verkfæri svona mikið og þú veist, það hlýtur þá að vera það sem við eigum að vera að gera allt annað er sóun í grunninn, af því að þú veist, það er of algengt í dýraríkinu að allir geta gert það, skilur
og það bara sama með okkur og talentin okkar og passion okkar að við eigum að gera það sem við erum góð í. Hvernig get ég búið til virði fyrir heiminn, hvernig get ég hjálpað öðrum að ná árangri, ég er alveg búin að ástæðan fyrir því að ég er að berjast í rafmyndarað og í þessum rafmyndum og eitthvað í grunninn er bara að ég vil að allir eigi Bitcoin, af því ég veit hvað gerðist hérna á Íslandi og ég hef verið í gjaldeyrishafta barningi, ekki í áttengan pening og tapaðingu en bara stofna fyrirtæki og ég sé hvernig það getur verið þrotað og ég er bara eitthvað, ég er bara búið til þetta virði og það var enginn sem borgaði mig fyrir það, ég fekk eitthvað smá laun og eitthvað, en síðan bara að því ég var passionate þetta, það var bara tækifæri sem hafa myndast fyrir mér bara búin að vera sturluð sem ég bara byggt utan á þetta konsept. Það var ekkert, ég ætla að vera með drauma hérna, eiga í Kauphöll á Íslandi, stofna hedge, ég var ekki bara eitthvað, ég ætla að eiga stærsta mæningfélag á Íslandi og eiga í stærstu Kauphöllin á Íslandi og eiga eina hedgefund á Íslandi. Ég var ekkert þar 2018, það var ekkert draumurinn minn. Nei. Ég var bara eitthvað, mér langar að hjálpa ykkur að læra Bitcoin, skilur. Og síðan er maður bara byggja, finna fólk, vinna, gera hluti, skilur. Og það séðan bara, gerist eitthvað. Og bara tækifærin kom bara. Ángríns og bara fólk sér að þú ert konsistent. Sér að þú ert að vinna af heilindum í því sem þú ert að gera og ert að segja það ekki að þú ert að bullshita heldur að þú trúir því og bara, og bara gefa frá sér góð væp, sko. Já, sem ég hef ekkert endilega alltaf gert, sko. Ég er alveg erfiður, skilur. Já. Það er fólk þarf alveg að vera með bein í nefinu til að komast áfram líka. Já, er ekki flesti frumkvölu þannig? Bara, það Þetta er ekki auðveldustu típunar? Nei, og líka bara svona almennt í heiminum, skilur, að við erum misjöfn á Guði gerð og við erum með styrkleika og veikleika og lífið svolítið snýst að halla sér inn í styrkin sinn í staðinn fyrir að laga veikleikana á fullu. Það er allir eiga að vera eins og allir eiga að vera fullkorun á þennan og þennan veg. Það er bara rugl. Þú átt bara, hver minn styrkleiki, ég ætla að halla mér inn í hann, veikleikin ykkur annar á móti býr líklega til hann styrkleika. Að þegar þú væri ekki með hann veikleika, þá væri þú kannski ekki svona sterkur þarna, eða væri ekki svona skrítin sem færi til að geta verið í tölvunni 16 tíma á dag, eins og í mínum tilviki, eða færi til að obsessa yfir hlutum með eitthvað, skilur. Og það er þetta, flokk þetta sem eitthvað, einhverja greiningar, eitthvað að maður flettir þessu nóg mikið upp, skilur, og allt það, en það snýst bara að bara styrkleikarnir mínir svona, ég veit ég er erfiður og ég veit að svona, skilur, og bara ég veit það og ég, díla við það, skilur. Vinnu með það og það er allir þannig, skilur. Og síðan bara, nær maður árangri og þá valdi það styrkleikin manns og það sem maður er búin að segja og þá getur maður nýtt það til að byggja og kompánta því áfram, sko. Já, það er oft talað hef heyrt oft talað að það fer svolítið eftir hvað nær miklum árangri hversu vel þú mastera sjálfa þig, sko. Og einmitt eins og verður að tala að spila á styrkleikana og þekkja veikleikana, sko. Algjörlega, og bara, búddismi tala mikið að, sjálfið og líkamann og allt þetta, maður sé bara öflugur. Sem dæmi, ég er alltaf að taka eitthvað í gegn í lífinu mínu og stundum bara byrja að gera furðulega hluti. Sem eru kannski ekkert, ég mæti ekki með trúðanef, ég er ekki að gera eitthvað svona Óla Stef hluti, byrja alltaf að gera eitthvað furðuhljóð eða, eitthvað svona dæmi. En ég til dæmis bara byrja að lappa í eitthvað svona Vivo Barefoot skóm, svona flatbótna skóm. Og ég er bara eitthvað, það er fullt af kláru fólki sem ég þekki, sem er að gera það og er búið að pæli, ég pæli smá í, les, og ég bara byrja að gera það. Ég, minnst alltaf leiðilegt að lifta. Ég verið mikið að synda og jóka í syndið og í COVID var þetta náttúrulega bara tvennt mest bannaða á Íslandi. Eitthvað hotjóka og sund, það var bara, þú veist bara settur í hreinsunareldin eða þú gerðir þetta, skilur nánast og allir að hósta og allir eitthvað í ruglinu í sundinu og eitthvað. Og ég var mikið í þessu og þegar ég var yngri og í handboltanum sérstaklega, þá voru að lifta og ég verið á ólympískum og fannst alveg fínt að það var inn í handboltan. Og ég basically ekki lift síðan þá, bara ekkert tímann í mentó. Og síðan í fyrra, í apríl, þá er ég bara eitthvað, nú ætlum ég að fara að lifta. Þetta er rugl, ég hef alltaf að lesa eitthvað að liftingar séu góðar fyrir mann og ég er bara búin að vera þessu núna, síðan þá og ég er bara, hvar var ég? Hvernig vissi ég þetta ekki? Og það er svo margt í heiminu sem er svona, sem er bara eitthvað svona, þú veist það smá og þú ert alltaf að heyra það, en þú gerir ekkert í því. Þið vantar bara actionið og það er alveg með þetta og ég er alltaf að, gera eitthvað öðru í mataræðinu og byrja að pröfa að taka kreatín og
byrja að forrita þetta forritunarmál eða byrja, þú veist, dæminn svona, þú veist, ég alltaf að gera eitthvað skrítið. Eitt árið svaf ég með enga gardínur bara til að sjá hvernig það virkaði. Sjá hvernig myndi Þú veist, það var bregðast ekki við. heilt ár, Nei. en mæl ekki með því. Þú hefur væntanlega sofið bara vel í nóvember. Já, því að ég var bara, Ísland svo mikið rugl, skilur, ég með einhver gardínu og hún virkar ekki, því hún hvað sem það svo mikið sól úti að ég næði ekki haldið þessari sól úti þegar ég var yngri og eitthvað og ég bara pröfaði þetta og þú veist, mjög fyndið. Varst ekki alveg í steik sumar eða? Já, þú veist, maður byrjar bara að vakna klukkan 5 og þá náttúrulega byrjar maður að fara að sofa bara klukkan 9 af því að líka minn byrjar að, þú veist, tíminn sem hún vaknar forsar hvernig maður fara að sofa en ekki öfugt í grunninn. Þannig að þú veist, bara pröfa alls konar svona og bara þetta snýst ekkert að leita einhverju þekkingu en þetta gefur líka bara lífinu lit að pröfa mismunandi hluti og bara, bara eins og komst inn á einmitt áðan að vera opinn fyrir að skipta skoðun líka sko. Já, og bara gera eitthvað flavor, skilur þú veist, ég drekk ekki kaffi ég fæ mér ekkert kaffi, 0 bara, og ég mun aldrei ok, ég ætla ekki að segja það en ég stefnaði að vera ekki að drekka kaffi ég veit að ég fæ mér 10 kaffibolla að þá mun ég byrja að drekka kaffi og ég kannski búið með 2 samtals í einhverjum tiramisúréttum og bæti svo öllu saman, skilur ég bara fæ mér ekki dropa af kaffi og ég ekki að grínast ég hef þurft að power í gegnum bara mikla forritunarvinnu, fara úr því að forrita 14-16 tíma á dag ég forrita bara stanslaust í nokkra sólarhringi í röð og ég get fengið mér koffín og það bara eins og ég sé að fara á eitthvað sterk eiturlyf sko. þetta er bara rugla, skilur og þetta er bara eitthvað dæmi sem ég ákveði og kannski breytir þessu seinna en ég veit að ég er með superpower sem er koffinni ég get tappa í það ég get bara verið ómennskur í 3 daga í röð ég bara grínlaust og ég hef gert það nokkur sinnum ég myndi ekki tíma að sleppa kaffinu sko. Nei, bara algjörlega en þú veist, maður getur gert alls konar hluti sem gefur lífun lit og pröfa hluti, skilur og þú veist, einhverju finnst þetta skrítið en ég bara neita að vera í einhverju afrits giggi og láta setja með einhverju box og eitthvað og mér finnst það bara smá fyndið að vera öðruvísi og þegar ég var yngri skallið með það að vera ungur til dæmis í atvinnulífinu er að þú ert nauðbeygður til að vera eins og allir hinnir og nauðbeygður til að beygja undir skoðanir annara þú er sérst ósamála því þú hefur ekkert social capital þú er nothing to show for it líka og allt er bara mjög erfitt þannig að karakterinn er 0 þú veist, í atvinnulífinu þú veist, auðvitað gagvart vinuðinum ertu svona hinsegin og einhver saga og baksaga eitthvað en bara ég var svona, ég var mjög blend ekki blendinn, en ég var svona mjög bland kannski í mörg ára að bara ekki expressa hvernig mér líður og eitthvað núna er ég bara eitthvað, herru I don't give a shit, kannski er það fuck you money eða eitthvað sem er að tala þarna en þú veist, ég er bara eitthvað, herru ef ég mæti á barefoot skóm og fólki finnst það fárlegt það skiptir mig engum máli mér líf betur í hnjánum að því ég pröfaði það og ég er stór strákur skilur sem að er með langa lappir og bara allir stólar eru vittlust hannaði fyrir mig og ég þarf bara að countera eitthvað neginn ég bara gera þetta ef fólk hlæra mér í bakherbyggjum þá bara er það þannig, skiptir engum máli þú er bara stillaði til að vera ennþá betur útgáfa sjálfur þér algjörlega og bara einmitt og þetta dregur að sér einhverja sem eru með mindset og þú veist, fólk sér að ég er öðruvísi ekki öðruvísi að sinna eitthvað fólk sér bara að það er einhver ég er með einhver superpower inn í mér ég bara á þessum tíma, það get ég bara sagt það skilur, ég get ekki sett puttan á hvað það er nákvæmlega en það er bara einhver orka í mér sem ég veit að nær árangri ég veit bara að ég mun ná árangri stundum er ég bara, enginn skilur hvernig ég er að vinna hvaðan kemur það heldur? Bara eitthvað í mér ég hef alltaf verið bara grænda og vinna og berjast og vinna mútið tölvunni og pröfa þetta og pröfa hitt og ég er búin að mistakast oftar en 1000 manns gera á heilli ævi samtals af því ég er bara búin að vera að gera svo mikið þetta er bara ruggla mikið á 10 frá bara í gegnum allan menntaskólan og síðan eftir mentos þetta er næstu 2 áratugir þannig bara svona að bara búin að byggja upp ákveðið track record og bara finna þessu orku og ég er ógeðslega spenntur fyrir heiminum og stefnunum sem er í honum mér finnst mjög jákvæða hluti vera að gerast sem að fólk upplifir sem mjög neikvæða hluti sem að ég held að séu mjög mikilvægir í 30-50 ára vegferð heimsins en eru kannski hræðilegir til 1, 2, 3 ára
ég fíla mjög mikið pain núna og gain í framtíðinni ég gæinn sem tilbúin að sleppa því að borða súkkulaði fólk að segja bara setur það 1 dag og fara á laugardaginn ég gæinn sem tilbúin að setja súkkulaði og fá það eftir 5 ár sko. Ég ekki að fara að borða þetta súkkulaði og ég að fara að vera bara eins og Charlie and the Chocolate Factory þá og meðan allir búin að borða súkkulaði 5 ár skilur ég tilbúin að kompóta þessu svo langt sko. Delayed gratification algjörlega og bara margt svona og ég meina það kannski óþarf að ræða þessi máli í einhverja 5 klukktíma en bara standa fyrir eitthvað hvet fólk til að setja kassan út og svona viðra skoðanir sínar og trúa því sem það trúir og vera óhrætt að tala um það standa með sjálfur sér versta sem gerist að þú er rangt fyrir og breytir skoðun og ef þú hittir einhvern einstaklingar svo mig þá mun ég segja við bara þú ert topp 20% í heiminum strax með að geta skipt skoðun það er ekki helmingur mannsins sem gerir það vil herra algjörlega, þannig að bara ég strax bara það er plús í kladdan skilur og bara, þetta er allt svona skilur við vorum ekki með neina ráðningar upp í Visku sem dæmi og síðan var bara einhver gæi sem var bara alltaf að mæta og hann var bara eitthvað, getið talað við eitthvað og þetta er svo spennandi og eitthvað og við vorum bara, búum bara til einhverju stöðu fyrir hann þetta er bara, við fílum þetta mindset og bara klálega eitthvað sem er með byggður öðru sig, það var fólk að senda okkur eitthvað CV og hitt og þetta bara, maður nennir ekki svona að opna þetta, það virkar aldrei af því við erum ekki að ráða aktífli og eitthvað, þetta er bara sína og sért með eitthvað, skilur við sért með karakter búa 8 milljarðar á jörðinni eða 9 eða 10 eða eitthvað, þetta er bara og síðan verða endalausir róbótar og endalaust AI og það er endalaust öllu og maður það bara sína fram á að maður sé einhvers virði og bara maður standi fyrir eitthvað ég held að hugmyndir löng sín gildi og festa sé eitthvað sem er mikilvægt í heiminum á næsta árum af því að ég held að margir hafi komist upp með það síðustu 10 ár að vera og náttúrulega bara í mannkynsun að koma sér áfram á eitthvað sem er bara mjög afrits, skilur ég held að fólk fara að horfa miklu meira til þessa núna, af því að bara störf verða fágetari og allt verður svona meira abundance þá þarftu meira excellence, skilur og verður að skara fram úr algjörlega einn svona spurning án ég fer í loka spurningana ekki að fara aðeins yfir svona áskorni sem að þú ert að díla við núna og getur við kannski aðeins getur rætt aðeins það sem búið að gerast í þessari viku þar við sér tækifæri þar þegar við vorum kannski að ræða aðeins það og við byrjum að taka upp einmitt, þetta er risamál og ég er ekkert búin að leysa þetta ennþá ég er alveg búin að horfa á yfir klukktíma viðtal við fjármálaráðherra Bandaríkjanna sem að leggur svolítið út planið og þetta er risastórt mál og mun breyta miklu fyrir okkur bara þetta mun snerta okkar daglega líf og við þurfum ekkert að kynna okkur þetta endilega til að verja okkur eins og með fjárfestingar en samt vita bara því að the world is changing það er ástæða fyrir því að það var stríð að meðaltali á 20-25 ára fresti á Evrópu svæðinu í mörg 100 ár sko. Síðan var ekki stríð frá 1940 til 2014 og þetta getur tekið eitthvað Serbíu og eitthvað innanlandsdeilur sem voru ekki milli ríkja skilur einhverjir þjóðfélagshópar og eitthvað vesen skilur en það er bara við vorum í einhverju mathematical impossibility í heiminum síðustu 80 ár það var bara, það er staðan það eru nokkra kynslóður aldar upp í því máli það verður enginn sé neitt af þessu þú ert bara með einhverja eins og fjármálaráðherra Bandaríkjanna hann er bara einhver economic historian, hann er bara efnahags sagfræðingur og hann er að reyna að re-engineera heiminn á einhvern stað sem að make sense og er festa í skilur þannig að heimurinn er bara ég trúi mikið á það til dæmis að valdbeiting er besta leiðin til að ná einhverju fram og þetta er það í mörgum geirum og aðstæðum er það ekki rétta nálgunin siðferðislega og það er bara lög gegn því ástæðan fyrir því að Íslendingar borga skatt er að þegar ríkið setur í fangelsi ef þú gerir það ekki, skilur
ástæðan fyrir því að þú veist, það ekki allir drepnir og mat og heimilega rænt fólk sett í fangilsi af ríkinu. Þú veist, þetta valdbeiting. Þú veist, fólk beitir börnin sín valdi til að ala þau upp á góðan hátt, þú veist, góðu valdi, skilur það bara segir, þú mátt ekki gera þetta og þú veist, reynir svo að beita alls konar annarkvort í ákvæðum eða neikvæðum leiðin til að, þú veist, forsa barni í þetta. Síðan bara gleymdu við þessu sem konsepti í bara alþjóðapólitík, alþjóðaviðskiptum, öllu þessu og það er bara búin að vera linkind í áratugi gagnvart alls konar aðilum. Þú veist, auðvitað eftir 9/11 kom einhver bylgja af herskáum Bandaríkjamönnum og þú veist, þeir voru að reyna að lemja á okkur aðilum sem eru núna að skemma Evrópu og gera allt vitlaust, skilur, sömu öfl, basically. Og við bara svolítið gleymdum þessu og Bandaríkin eru bara að gera tilraun til að strongmana þetta aftur í gang. Koma með styrk, sína styrk, sem að samt, þú veist, þetta alveg nýta völdin. Þetta astnalegt hvernig þeir setja fram og þetta óboðlegt á margan hátt og hvernig þeir að koma fram við Úkraínu og alls konar, bara fullt þarna, þú veist, ég myndi aldrei bjóða Trump í partí hjá mér, skilur, og bara ég vil ekki hitta hennar mann og þú veist, það fullt gott sem hann að gera en það líka fullt sem bara í ruglinu, skilur en það bara já, marga áratugi bara alls konar öfl í heiminum búin að vera að spretta fram sem eru bara að skemma heiminn. Við erum í einhverjum búblum og sérstaklega í Íslandi. Við erum bara að reyna að kompanda eitthvað jaðarjafnrétti. Þú veist, það allir jafnir fyrir lögum á Íslandi. Jafnrétti komið lagalega sem eina sem að, þú veist, það samfélagssáttmálin í grunninn, skilur við. Og ef við erum ósátt við það þá þurfum við að breyta sáttmálunum. En það allir jafnir. Það engin eitthvað þessi minnihlutahópur má ekki fara þangað eða gera þetta eða fær ekki þennan pening eða eitthvað. Það ekki þannig á Íslandi, skilur við. Og bara við erum búin að vera að kompanda einhverju jaðardóti. Þú veist, fá réttindi fyrir 10 mann sem að skemma réttindi allra, þú veist, annara. Og meðan ertu bara með risaöfl sem bara hata konur, ekki með eignarétt, eru bara herskáir einstaklingar sem vilja bara ráða, ræna, rupla, taka mat af fólki til að selja það þegar að vera sendin á svæði og eitthvað svona bara rugl, skilur. Og þetta svo langt frá okkur að við skiljum þetta ekki. Og þetta bara búið í gangi og síðan ertu bara með núna Kína og Rússland og þú veist fullt af aðilum sem eru bara búin að vera að nýta sér þessa kyrrstöðu. Þú veist, úr með alls konar stríð í Sýrlandi það sem að til dæmis þeirra Obama forseti og þú veist, ég ekki að segja bara demokratar hafi verið slæmir þarna, allir forsetar hafi verið eitthvað skrýtnir þarna, en í seinni tíð bara linir, þú veist, það eitthvað stríð í Sýrlandi og Assad sem hræktist núna til Rússlands í síðasta mánuði eða þar síðasta mánuði, hann bara að beita fólkinu sínu viðbjóði og þú veist, miklu verra en var gert verið að gera í Palestínu sem réttileg framganga til að sækja fólki sitt sem í gangi þar. Bara beitir viðbjóði gegn fólkinu sínu með hernum í landinu og Bandaríkin segja bara, Obama segja bara, heyrðu, ef þú notar efnavopn gegn fólkinu þá bara mætum við og við bara hreykjum frá völdum. Síðan bara beitir hann efnavopnum, hvað gert? Ekki neitt. Og þú bara með endalaust að svona. Bara Íran, ef þú gerir þetta, þá gerum við þetta. Ekkert gert. Þú bara með endalaust að svona. Síðan ertu með bara alls konar efnahagslegar tilraunir og netárásir og alls konar. Þetta bara ógeðslega flókið mál. Og Bandaríkin eru bara búin að vera lin mjög lengi, tapa þessari heimsveldastatus eins og Ray Dalio lýsir í sínum bókum og sinni hugmyndafræði, hvernig heimsveldi hnigna og við erum bara Bandaríkin eru bara í doom-cycle núna. Það bara að þið lesið bók, þetta er bara ótrúlegt hvernig svona stórt framework næri utanum bara hvert einasta fall heimsveldis, bara síðustu 500 árin, ótrúlegt. Allavega, Bandaríkin sjá þetta. Bandaríkin voru að reka sig með 6% halla síðustu ár. 6%. Ímyndi ykkur að reka heimil ykkar. Þú veist, þið fáið 1 milljón inn og þið eyðið 1.060.000 á hverju einasta ári síðan 2001 og þá eru 3 ár og síðan frá 1980 eða eitthvað skilur. Þetta er bara rugl, skulda endurasta penning og ég var búin að hugsa áður en að Trump og Doge og allt þetta kom inn og Elon Musk og allt þetta, ég var búin að hugsa Bandaríkin að fara að vera gjaldþrota með því að það komi endalaus verðbólga eða það þurfi bara að skera niður allt kerfið.
bara gegn Bandaríkja vilja, bara á næstu 5-15 árum. Þetta bara garantít, þetta mun gerast. Þetta bara læst inn, alveg saman hvað ég kjósi, alveg saman hvað ég geri. Bandaríkin bara fallið heimsveldi, skuldum ekki pening og allt í ruglunu. Síðan kjósa Bandaríkjumenn Trump og kjósa allar deildir þingsins og fulltrúadeildarinnar og öldungadeildarinnar í þessa átt, gefa honum fullt umboð til að ráðast á þetta og ég í alvörunni held að það sé mögulega hægt að taka skuldavanda Bandaríkjanna ef þetta rétt gert. Og það mögulega hægt að re-engineer þetta á þann hátt að Bandaríkin komi sér í sterkar stöðu aftur, í staðan fyrir að vera í dauða hnignun sem læst inn og 100% líkur á að gerist, skilur við. Þannig að þarna allan að Bandaríkin að gera tilraun til að reyna að stjórna ferðinni og reyna að taka, momentum í sínar hendur. Og það bara verið að gefa upp alls konar mál, fólk, lönd eins og Kína og Evrópa og fleiri hafa verið að flytja vöru til Bandaríkina, skilja vörurnar eftir í Bandaríkjunum, selja þær til neytenda, fá fyrir það dollara, fjárfesta þeim í Bandaríkjunum, í hlutabrifum eða skuldabrifum. Þannig að fjármálamarkaðir í Bandaríkjunum og hlutabrif og allt bara, Bandaríkina fekið ódýr lán, hlutabrifin hafa verið að hækka, margfalt á við önnur lönd eins og Evrópu, tvöfalt allavega og hagvöxtur búin að vera meiri og allt þetta, út af því hvernig heimsviðskipti og allt virkar. Núna Bandaríkin að ógna öllu þessu sem mjög hættulegu leikur, út af einhverju heimabrúki, spara $100 miljardar hér og þar og eitthvað sem kjartaði, það ekki það sem er að reyna að gera. Heldur eru að reyna að re-engineer þetta, eru að reyna að setja press á Kína, setja, eina sem Bandaríkin getur gert er að pressa Kína efnahagslega. Þegar Kína er stærsta ógn við Bandaríkin og það er ástæða fyrir að Bandaríkin ekki spá í Úkraínu eða öllum þessum frontum að þegar Bandaríkin getur bara verið 2 stríðum í einu. Þeir verða bara að vanda sig hvað þeir eru. Og bara með að beita efnahagsþrýsting á Kína erum við bara að vona að kínverska undrið falli saman. Þegar Kína er með aldurspíramíta og óstöðuleika þar. Kína er ekki með nóg vatn, Kína er ekki með nóg olíu, það er bara fullt af vesen í Kína sem er mjög skikt og þeir gefa ekki upp hagtölur og gefa þetta ekki frá sér. Og á bakinu þessu þá eru þeir bara að reyna, þeir skjóta sig í fótinn, þeir eru vona bara þeir skjóti Kína og leiknum, skilur. Það er pælingin og ef að Kína er ekki ógnar neinu þá eru Bandaríkin eini alráðurinn, skilur. Og það er bara að vera að engineera þetta. Kína er að flytja allt og mikið til Bandaríkina, skilja eftir, fixar ekki allt miðlið sinn, kaupi bandarískar eignir, græðir fullt af peningum þar og Kína er bara grænendur hlátri og það er bara millistéttin búið að færa 500 milljón manns upp í millistétt í Kína eitthvað á síðustu 20 árum. Þetta er bara ómögulegt hvernig þetta gerðist í grunninn, sko. Og Bandaríkin eru búin að horfa á þetta bara, við erum bara að byggja superpower, við erum bara enabling the superpower. Þeir eru bara fjármagna þetta, skilur við. Já, á móti sjálfu sér. Á móti sjálfu sér og núna er það bara, þetta er bara búið, skilur við. Þetta koncept er búið. Þetta er þungt fyrir okkur. Evrópa er bara what the shit, skilur það, því að Evrópa er bara í farþegarsætinu, er bara eitthvað, hvað er í gangi hérna? Og neyðist einhvern veginn til að fara að gera eitthvað með Kína og við munum sjá meira af því á næstu mánuðum, að Kína og Evrópa takir sér saman til þess einhvern veginn stilla upp mótleika móti Bandaríkjunum. Og það er bara að vera að re-engineera hvernig dollari virkar, styrkleiki dollarans, alþjóðatrade og allt þetta til þess að koma í veg fyrir að bara heimurinn haldi áfram í sömu átt að slowly blýta Bandaríkin og það er bara réttur þeirra. Það er það sem fólki kaus og við eigum ekki að gagnrýna það. Það er bara innanlandspólitík þeirra. Auðvitað eru Bandaríkin stærsti aðilinn í heiminum og það hefur mest áhrif þegar þau gera eitthvað en þetta er þeirra fullir réttur, þetta er fullvalda ríki og við þurfum bara að díla með það, skilur við. Við þurfum bara, við erum búin að gera mjög vont mót í orðræði utanríkispólitík núna síðustu mánuði, ekki bara út af nýri ríkisstjórn, heldur bara það margt búið að gerast á síðustu mánuðum eftir að Trump kom inn og Þorgerður Katrín er ekki búin að vera, finnst mér frambærileg í sinni orðræðu, tala við Bandaríkinu og eitthvað. Við eigum að halla okkur upp á Bandaríkinu miklu meira en við erum að gera. Spila hennan tvíleik að vera báða megin við Atlantshafi, sko. Já. En þetta er allt flókið og tækifærin þarna eru bara að þú ert að fara að fá eitthvað kerfi sem er að fara að hliðrast til á næstu 10-20 árum sem að verða bara einstreymis hliðrun eins og var síðustu áratugi í hináttina. Það bara að snúa þessu við einhver leiti og þú ert með bara eitthvað svona generational bet þarna inni
og ég bara heyrðu, ég ætla að þefa þetta uppi, skilur, og bara eitt besta bettið sem ég hef séð Bitcoin, af því að ef þetta spilar illa, þá þarf að prenta pening og þá hækka Bitcoin. Ef þetta spilast vel, þá búið að re-engineera heiminn og Bitcoin samt sterkur fjárfestingarkostur. Þannig að þú ert með bæði casein í einu. Er ekki gott fyrir Bitcoin það sem Trump var að gera? Gott að hann var valinn sem forseti. Algjörlega, ég meina, þú veist. Hann alltaf tala svona mikið fyrir Bitcoin. Algjörlega, og bara ríkisstjórnin. Það var bara fundur daginn sem var eitthvað Crypto Council, eitthvað dæmi í Bandaríkjunum. Svo varst bara með fjármálaráðherra yfir treasuryinu og fossetan og bara alla sem skipta máli í ríkisstjórninni voru þarna bara að tala Bitcoin og eitthvað, og ég var bara, hvað að gerast þetta? Í alvegni 2018, þegar ég var bara horfið í augun á fólki og segja bara, heyrðu, Bitcoin geggjað. Ég hefði aldrei hugsað út í það að forseti Bandaríkjanna væri með alla ríkisstjórnir sem segja við ætlum að búa til varaforði í Bitcoin á minni ævi, sko. Það var bara, ég var ekki búin að leiða mér að dreyma. Nei, ég var einmitt á ráðstefnu bara daginn þar sem Erik Trump var að tala og hann var að tala Bitcoin. Já, einmitt. Tala mikið þetta og þú veist, vissulega eru þau að grifta og reyna, þú veist, græða eitthvað á þessu fyrir sína fjölskyldu og eitthvað, og þú veist, það er ekki mjög bóðlegt í mínum bókum margtanna, en á saman tíma bara... Ekkert sammála öllu. Nei, en þú veist, það verið að re-engineera margtanna og þú veist, við eigum ekki að taka hlutum sem gefnu. Bara allt sem við eigum á Íslandi út af því að það var fólk sem að byggði þetta upp af hugsjón og af festu og af vinnusemi, skilur. Það er ástæðan fyrir því að við getum setið og gert podcast í staðan fyrir að rækta kartöflur til að borða kartöflur á morgun, skilur. Það er bara, þú veist, við vorum þróunaland sem fekk stuðning frá Sameinuðu þjóðunum til 1970 eitthvað. Þróunaríki, sko. Ísland, við vorum eins og Afríkuríki, við vorum svo fátæk. Það er fólk búið að byggja upp velsæld og bara fólk tekur þessu sem sjálfsögðan hlut og það er verið að berjast fyrir hlutum sem skiptir ekki máli lengur á Íslandi sem gera það verkum að mikið af þessu mun þurfa að spólast tilbaka af því að við erum ekki að reyna að verja stóru myndina. Þú veist, fólk er bara að pirra á þessu og þú veist, það er verið að eyða peningum í vitleysu og í staðin fyrir að, þú veist, gera hlutina rétt, skilur. En það er efni í marga þætti og ég er með fullt af pólitík sem ég er tilbúin að tala þar, sko. Já, ein svona spurning í lokin, þar sem við getum að byggla farið alveg í nokkra tíma í viðbót og sérstaklega ég er með nokkur spurningar varandi Bitcoin sem verða þá að bíða bara betri tíma en svona á þeim nótur sem vorum að tala áðan að sjá svolítið svona í lengri tímalínu hvar sér þú sjálfa eftir svona 10-15 ár? Já, þetta er áhugaverð spurninga þegar ef við spurt mér fyrir 3 ár með 5 árum þá hefur fengið mjög ólíkt svar. Ég er búin að flytja á stað sem ég langar að búa á eins lengi og ég veit, skilur. Kannski tekja ákvörðun eftir 10 ára, 30 ára, 50 ára bústar annars þar. Og þú veist, ég sagði við unnustunum mína að ég ætla að búa hér þangað til í deg eða ég verið dregin hérna út, skilur, gegn mínu vilja, setja mig á eitthvað elliheimili eða eitthvað eða ég var orðin kalkaður eða eitthvað. Það er nú svolítið það. Það er vonandi. Þú veist, nokkri dagar af mörkuðum eins og í vikunum geta hraðað því ferðlið mikið, sko. Ég segi það nú ekki, en ég bý á staðnum sem ég bý á, þannig að ég mun búa þar. Mér langar að eignast fleiri börn. Ég á 1 barn og hún Sóley breytti mjög miklu fyrir mig. Ég var búin að vera þegar ég eignast Sóley og við eignast Sóley í 10 ár að gera, fannst mér sömu hlutina. Ég var að byggja hluti, stækka hluti, kompónda hlutum og ég var farin að spyrja af hverju. Af því ég er ekki drifin í grunn af peningum. Þú veist, þannig ég var bara, af hverju er ég að gera þetta, skilur? Síðan fæði Sóley og þá er ég bara, nú skil ég allt saman. Nú veit ég alveg af hverju ég er að gera þetta, þú veist, ég er að gera þetta fyrir hana og þá fara komin miklu stærri spurningar. Ég ætla að verja það að hún lifi í frjálsu lífi og ég lifiði þegar ég var á hennar aldri. Ég ætla að verja barnæskuna hennar. Þú veist, ég ætla að stuðla því að Ísland veri gott land og fólk mun vera ósammála nálgunum minni í því, en ég ætla að researcha meira og beita betri nálgun en annað fólk og ég ætla að sigra, skilur, í því. Ég ætla ekki að fara inn á þingi yfir pólitík eða eitthvað, en ég, þú veist, ég er með plan og ég er að byggja plan í þessa átt, skilur, að beita mér meira þarna. Já. Og þú veist, þannig að svona eftir 10 ár
þá, þú veist, ég bara áfram að elta einhvers konar tækni sem að mæta fjármála heiminum og, þú veist, að breyta fundamentally hvernig við lifum og, þú veist, allir þessi róbótar og AI og allt þetta, þú veist, ég að fjárfesta í alls konar og bara elta það svolítið, það það sem ég langar að gera og sama tíma beita mig meira fyrir framgangi Íslands í að við læsum inni velmegun okkar og glutrum þess ekki frá okkur af því að við erum á tímalínu finnst mér, fjárhagslega eftir COVID, þá fór allt í rugl bara í COVID og eftir COVID bara eignaréttur frelsi, skuldasöfnun vókismi, allt þetta þú veist, það svo mikið hættulegu stöfið þarna sem slippery slope við erum ekkert í ruglinu núna, endilega en við erum á slippery slope og við erum á ísnum þannig að mér langar að beita mér þarna þú veist, mér langar að vera heilbrur og halda áfram að lyfta og ná árangri líkamlega, ég hef vanrækt það á síðustu 10 árum af því ég bara búin að gefa tölvunni líkamann minn og mikið vægi og þú veist bara það ekki heilbrigt fyrir 2 metra mann að sitja svona mikið tölvu eins og ég hef gert og kosið að gera skilur. Og þú veist, mér langar að vera góður eiginmaður og bara þetta eru grunnhlutin sem ég langar að gera og þú veist, inn í þessu eru 2 path, þú veist, það skýrt hvernig ég eignast börn og ég veit sirka hvernig getur verið góður eiginmaður og ég veit hver ég ætla að búa þú veist, það flókið að hugsa hvernig best að beita sér fyrir betra landi og það flókið að hugsa hvernig mætist tæknin og allt það og það krefst þess bara að ég sé að hugsa mjög mikið þú veist, ég get ekkert gefið skýr svör hvar ég af því að ég að lifa lífinu sem ég langar að lifa eftir 10 ár ég komin á þann stað og búin að koma mér af harðfylgi og sko svo mikill baráttu á þann stað að ég að lifa íslenska drauminn þú veist, í dag bara ég búin að maksa hvað ég get komið að góðan stað og núna þetta mitt bara maksa að hafa gaman og vera með góða fólki og berjast fyrir landi mitt skilur Já, en þú kannski ekki með ákveðna tölur í huga eins og talar við Vogunarsjóðan áðan að þeir eru með einhverja 3 milljarða að stækka það ennþá frekar Algjörlega, við erum með markmið þar og þú veist, við erum með markmið í gagnaversfélögunum og við erum að þú veist, skoða verkefni út allan heim í því og þú veist, það eru markmið sem eru náttúrulega í business og kannski áhört að tala um það hér sko en þú veist, það allt svona mjög specific fyrir ákveðin félög og ekkert endilega Kristján að vera Kristján heldur meira bara hvernig förum við dýpar á sigrum og ná meira árangri í akkurat þessu, skilur en ég myndi ekki segja að það sé eitthvað risa hluta mér, það bara risa hluta vinnunum minn að koma því áfram og þú veist þannig að já, kannski erfitt að lýsa því öllu sko, þegar líka munun á mér og það sem hefur kannski haftra mér að einhver leiti að þú veist, ég hefur að gera marga hluti og byggja mismundi hluti sem ekkert endilega allir tengdir veist, fjárfestingar í vísi eru flóknar og hjálpa mér í fjárfestingum í rafmyntum og þú veist, alls konar gagnaversmálum og eitthvað en þetta samt 2 mismundi hattar í grunninn skilur, veist, og reka vona svo bara, þú veist, ég finn til mikill ábyrgðar og ég eyði mestum tímanum minni þar, fattar við þannig að já, það mjög erfitt að átt að sjá því, þú veist, hvar þetta verður nákvæmlega því að, þú veist, bara fyrirtæki okkar Danna var ekki til fyrir 2019. Já. Þú veist, það eru 6 ár síðan, tæplega, sem við stofnum það og holy shit, hvað við erum búin að búa til eitthvað á engu. Bara, vá, það bara ótrúlegt, skilur. Við erum búin að búa til mikið auð, við erum búin að búa til flott félög, flott portfóljó, flotta starfsaðstöðu, flotta vinnustað, draga okkur gott fólk í hinum og þessum verkefnum, skiluru og bara ég get ekki ímynda mér hvar það verður eftir 10 ár, sko. Að þegar núna eru komin á hæfið, þú veist, við erum að kompánda hluti sem að miklu auðveldara að kompánda hérna, að búa til eitthvað úr engu, það erfiðasti leggurinn. Bara first million is the hardest eins og sagt erlendis og ég bara trúi því. Bara, þú veist, hvað ég reyndi ofta að búa til eitthvað á engu sem mistókst og bara það ógeðslega erfitt. En ef þú átt kapital eða búin að gera hluti þá eru bara fleiri tilbúin að hlusta, aldur spila líka inn í og þú veist, það miklir aldursfordómar á Íslandi í atvinnulífinu sérstaklega, þú veist,
kannski réttilega, ég meina fólk sem eldra búið að pröfa meira hluti en mér finnst ég aldrei farin í herbyggi þar sem að ég með eldra fólki og mér líður eins og ég sé eitthvað fáiði sem veit ekki neitt sko. Það eru bara stundum spyrjið mig hvar fullorðna fólki skilur hef ég á síðustu árum fattar einmitt. Þannig að maður á bara að tróða sér herbyggi og berjast og þú veist, þessi fyrirtæki fara eitthvað áfram og bara, þú veist, við tökum bara stöðun eftir 10 ár sko. En ég veit fyrir hverju ég stend og ég er búin að læra mikið sjálfa mig í formi þess að vinna með öðrum og feila í því og láta, þú veist, og aðrir að feila í sínu og ég læra því líka og bara í gegnum það þetta svona failing upwards dæmi þú veist, við erum ekki með einhverja katastróf á bakinu, þetta allt eitthvað svona lítið þannig séð og þú veist, það kemur að því að ef þú ert með mörgjárn í eldinum eða þú veist, stóran stakka fyrirtækjum eða mikið undir, þá kemur að því að eitthvað feilar og þá það bara að gera það vel, skilur við og ég er alveg tilbúin í það og það verður gaman að takast á það ég er alveg spenntur fyrir því, af því að bara ef ekkert feilar, þá erum við passífir í grunninn. Það er ekki nóg. Það er ein hugmyndafræði. Þannig að já, ég bara held áfram að gera þetta og ég bara kalla eftir að, þú veist, fólk sem að mitt hefur í rauninni áhuga á því að, þú veist, koma Íslandi í farveg að ná áfram árangri að, þú veist, ég er til í öll þau samtöl það, sko, og ég með fullt af pælingum þarna sem að er ekki mjög standard í því og hvernig er þetta að ná því fram, sko. Já. Þannig í grunninn bara halda áfram og hafa góð áhrif. Já, algjörlega, sko. Bara, það er líka minn andi, þú veist. Halda fullt af forritun og námskeiðum fyrir krakkalæra forrita. Halda viðburði, og hjálpa fólki að tengjast og læra rafmyndir. Þú veist, allt þetta dót, þú veist, er bara eitthvað, þetta kemur alltaf sama með. Ég er búin að vera ógeðslega örlátur á tíma minn. Ógeðslega örlátur. Ég er bara tala á okkur alls konar ráðstefnu viðburði, vera mentor hérna, mentor þarna, bara endalust. Og þú veist, ég trúi bara að þetta kemur tilbaka. Það er fullt af fólki sem bara þekki mig og ég man ekki eftir og ég bara breytti lífinu þeirra. Ekkert eitthvað, ég er ekkert aðal örlagavaldurinn, en ég er kannski einn af örlagavaldum og ég er bara eitthvað býtu, hvað er þetta að segja? Bara, já, ég fór hérna að forrita og blíblí og ég er bara eitthvað, ok, risastórt og ég er bara, hugsa ekki um það í dag en þú veist, það er bara eitthvað svona eitthvað fólk að kompónda sína vegferð á bakinu á eitthvað sem ég gerði og mér finnst það líka fallið sín, sko, að þú veist Þú kendi mér líka smá forrita, já, sko. Ég man eftir því, það var einhver einn áfangi einhvern tímann sem ég kom inn og var með einhver að hjálpa einmitt í React eitthvað pæli því, sko þannig að þetta tengist allt saman, sko og þú veist, það er bara geggjað og maður á bara að muna það, þú veist, eitt er að því að það er alltaf að tala um legacy, þú veist, hvað er legacyið og eitt er að eignast börn sem vil ekki eignast börn, einhverju vil eignast börn og börn eru legacy, þegar það verða til börn frá börnum og allt það annar legacy er bara hvað áhrifur eru á fólk, skilur, og bara fólk mun ekkert endilega mun eftir 200 ár, en bara, þú veist magnið af fólki sem hittir er rosalegt, þó við séum bara á Íslandi þú veist, þú hittir fólk stanslaust og bara hvað áhrif viltu hafa á það? Viltu hafa áhrifin sem eru svona en viltu reyna að gera 10% betur? Viltu leggja aðeins meira á því? Gefa aðeins meira á þér? Það er ekkert að fara að gera fyrir áramótamarkmið fyrir næsta ár. Nei. En 10 ára markmiði, það er kannski bara make it or break it, hvort þú eigir 100 milljónir eða 1000 milljónir. Af því að þessi einstaklingu kannski kemur í stöðu sem er aðal business aðalinn og þú varst aðalinn sem varst að rétta út höndi eða hjálpa fyrir 10 ára þegar þetta var nobody, skilur. Alls konar svona sem er, þú veist, að spila, skilur, bæði til með sín networking langa og stuttaleikin. Þú veist, eitt er að hitta jafningja sem eru í, þú veist, á sama leveli jafn öflugir eða úrst komin öflug á stað. En líka, þú veist, vera alltaf draga fólku upp. Já, draga fólku upp. Þú veist aldrei, skilur. Já, einmitt. Og það hjálpaði seinna. Þó þú sért ekki aðeins endil út af því. Heldur bara að þú sérð kannski sjálfa því í fólki. Þú veist, ég er mjög mikið þar. Ég er mjög mikið svona empathy fyrir og sökkar fyrir, þú veist, eitthvað bara djúvel er þetta öflug gæi og mér langar bara að ráða hann og gera hitt og þetta, en þú veist, reyna að hjálpa, skilur. Sér sjálfa í honum kannski þegar enginn hlusta á því. Ángrís, bara svolítið þannig, sko. Þetta er bara geggju lokaord, bara takk aðeinslega fyrir að koma í þáttu og búið að vera mjög gott og fróðlegt spjall. Já, bara ótrúlega gaman og vonandi var þetta gagnlegt fyrir hlustendur. Það er klárt. Takk fyrir.
Takk fyrir að hlusta á þennan þátt af Íslenska draumnum. Sjáðu til þess að þú missir ekki af næstu þáttum og farið inn á íslenskidraumurinn.is og skráðu á póstlistan hjá okkur. Við sendum tilkynningu leið og næsti þáttur fer í loft.